Gott kvöld, kæra áhorfendur og verið hjartanlega velkomin með okkur hér í beina útsendingu frá Síminn Invitational, netskákmótinu, þar sem í kvöld fara fram undan úrslit keppninnar. Ég heiti Björn Jóhann Karlsson og með mér í kvöld í skákskýringum engin annar en Gauti Páll Jónsson, skákmeistari, skákþjálfari og ritstjóri tímaritins Skákar. Velkomin til leiks, Gauti. Takk fyrir, Björn. Hvernig leist þér á þessa lýsingu á þér? Jú, hún er rétt mætt. Já, og það verður svo sem alveg ótt að segja að þú voru líka einn af máttastólpum íslensk skáklífs. Já, þú ert sjálfur burðarstólpi. Já, tekur að þér ýmis hlutverk. Já. Gauti, það eru 2 einvígi hjá okkur á dagskránni í kvöld í undanúrslitum. Það eru einvígi Björns Þorfinnssonar og Jóns Kristins Þorgeirssonar annars vegar og svo fáum við Vigni Vatnar Stefánsson og Ingvar Þór seinna í kvöld. Hvernig líst þér á þessi einvígi? Svona persónulega er ég spenntur fyrir fyrra einvíginu. Já. Það er menn með svolítið fjörugan skákstíl. Björn og Jokko. Já. En hitt verður líka skemmtilegt. Einmitt. Það er dálítið athyglisvert með Björn og Jokko að þeir eru dálítið svipaðir karakterar við skákborðið, er það ekki? Jú, svona að einhverju leyti, sko. Þeir eru svona street smart skákmenn og já, ég hugsa að þeir athuga sko hvor verður á undan í villusuna, sko. Já, einmitt. Það verður gaman að sjá það. Við minnum á það að keppendur tefla 6 skákir, svo sem er undan yfir 3 vinninga, fer áfram í úrslitakeppnina sem fara fram næsta sunnudag. En áður en lengra er haldið þá ætlum við að fá hana Katrínu Ósk hérna til okkar. Hún ætlar að draga liti fyrir okkur í fyrra einvíginu. Velkomin, Katrín. Og við sjáum að Katrín er merkt hérna Haugum, hún kemur úr skákstarfi Hauga í Hafnarfirði að sjálfsögðu. Ég ætla að bjóða þér að draga lit fyrir Björn Þorfinnsson í fyrra einvíginu. Og Katrín dregur, það er hvítt fyrir Björn Þorfinnsson í fyrstu skákinni. Það verður Daniel 4. Það má búast við því. Takk fyrir þetta, Katrín. Já, Björn Þorfinnsson með hvítt í fyrstu skákinni, Gauti, þú segir Daniel 4, er það örugt mál eða hvað? Já, það er örugt og ég held að í þessu einvígi muni Björn bara fara í sín system sem hann þekkir og Jón Kristinn mun gera eitthvað svona athyglisvert, óvitað. Já. En já, hann er mjög traustur í sinni byrjun. Einmitt. Björn er alltaf með sín byrjunarkerfi sem er að sumu leyti svona byggða á eigin hyggjuviti, getum við sagt. En þeir eru báðir fyrir eitthvað frumlegið skákmenn, er það ekki? Já, sko, þú segir byggða á eigin hyggjuviti en píramídin stendur á mjög traustum grunni, hvað var peðastrúktúr. Einmitt. Ég er einn af þeim skákmennum sem hef svona fengið þessa byrjun að láni stöku sinnum. Já. Já, Binni. Já, einmitt. Já, ég var að segja persónulega, ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað þeir bjóðu upp á í kvöld varandi byrjanir og kannski má segja sumu leyti að þegar Björn mætir Jokko þá hafi kannski skrattin hitt ömmu sína þegar kemur að svona ýmsum brellum. Já, þetta er bara skratta ömmu leikur framöndan hjá okkur, sko. Já, en sko þetta er athyglisverðar viðureignir í kvöld hjá okkur vegna þess að Björn og Jón Kristinn annars vegar og Ingvar og Vignir hins vegar, þarna eru 2 kynslóðar að mætast í rauninni. Björn Þorfinnsson er fæddur 1979 og hann var búinn að læra ýmislegt í skákinni þegar Jón Kristinn fæddist. Já, Jón Kristinn er jafngamall og ég, fæddur 99. Já. Við komum af svona tiltölulega rólegri kynslóð í skákinni, það er ekki mjög fjölmennt en góðmennt. Já. Og við erum þarna 3, ég og Jón Kristinn og Símon Þórhallsson, fæddur 99. Og höfum allir tengingu við Akureyri. En skiptir reynslan miklu máli að því að nú sko Björn er 20 árum eldri en Jón Kristinn. Björn var þá þegar komið með 2200 stig þegar Jón Kristinn kom í heiminn. Hversu miklu máli skiptir reynslan heldurðu í svona einvígi? Já, ég held hún skiptir minna máli í netskák. En á móti kemur þá er Björsi held ég enn sem komið aðeins svona sleipari. Já. Það er athyglisvert að því að lengjan telur Björn ögn líklegri 1,6 stuðlinn á Björn 1,9 á Jón Kristinn samt sem áður er Jón Kristinn stigaherri í netskák þó að Björn sé stigaherri yfir borðinu. Jón Kristinn er mjög sleipur í netskákinni sérstaklega þegar tíminn er á skornum skammti. Hann teflir miklu meira búllett en hraðskák og þetta er svona þetta skiptir líka máli sko. Hvar eru menn virkir?
við erum ekki að fara að tefla búllit í kvöld. Það er rétt. En sko þarf Björn að hafa eða í huga hvað Jónkastinn sleipur, úrræðagóður þegar tíminn er á skortum skammti? Skiptir þetta máli eða á hann að nálgast þetta einvíð bara eins og venjulega? Já, ég veit það ekki. Ég hef nálgast það að tefla á Jón Kristinn oft á þann hátt að ég reyna að tefla ennþá meira fáránlega en hann. Já. Þannig að skákinar okkar verða dálítið furðulega stundum. Já, einmitt. En þetta er ekkert endilega sniðvast. Ég hef reynt að tefla traust á mótunum og það hefur ekki gengið vel. Nei, einmitt. Hann er mjög merkilegur skákmaður. Já. En þeir eru komin á stað og við erum komin með á skjáin fyrir framan okkur. Björn Þorfinnsson með hvítt í fyrstu skákinni, Jón Kristinn svart. Minnum á það umhverfistíminn er 3+2. Björn mun ekki leika 1-4 þótt hann sé að hóta því. Hann mun leika E3 í næsta leik. Og Jón Kristinn leikur hérna E5. Heldur hann hafi undirbúið þetta eða heldur þetta sé svona bara... Þetta er algjörlega fingurum fram. Það er ekki séns að hann hafi undirbúið þetta. Já, Björn er sem sagt búin að stilla upp sinni heittelskuðu píramídára svo hún byggist á þessari peðastöku, er það ekki þessum píramída hér? Jú, þetta er, Jón er náttúrulega bara gengur beint í þetta sko. Ég var svolítið hræddur það fyrir þetta einví að hann myndi ekki hafa neitt svona konkrétt fram að færa. Ef þetta er drepið og drepið tilbaka, hver er hugmynd Björns, Gauti? Já, hún er svo að ef að rittarinn hörvar það var máta á H7. Já, drottning á H7. Sem þýðir að maðurinn sko vinst tilbaka með opinni hálínu. Já, einmitt. En getur Jón Kristinn bara látið þetta vera og bara látið sem ekkert merkilegt því að gerast eða hvað? Já, þá mun Björn leika biskup Daniel 3, hrókera langt, leika hrókur D, G1, Gunnar 4, drepa síðan á F6 og leika Gunnar 5. Já, einmitt. Stilla upp bara í mátsókn. Þannig að Jón Kristinn bregst við ádálda athyglisverðan átt. Leikur hérna riddari G4. Hugmyndin er þá að drepa G5 með peði og leika svo G6. Akkurat. Drepa hér og reyna að loka fyrir drottninguna sem er hér. Björn lætur eins og hann sjá að það ekki og leikur biskup D3. Skilur biskupin eftir. Hann á náttúrulega inni sko oft biskup H7 skák sem þvingar kongin á hálínuna. Einmitt. Þannig að hann getur skáka hér, þvinga kongin í hotnið og þá opnast hálínan og það gæti enda illa fyrir Jón Kristinn ef hann gætir ekki þess að hann leikur hérna D5, hótar E4. Svo bara gefur mér merki ef ég tala of mikið sko því að eins og þú veist sko þá er ég mjög fær í því. Já, það er bara gott. Ég gæti í rauninni talað endalaust. Það er bara mjög góður kostur í sjónvarpsútsendingu að geta sagt frá ýmsu. En D5 síðasti leikur, hvað gerir Bjössi við þessu? Já, hann verður eða hvað. Hann náttúrulega í prinsipinu þarf að drepa á E5 en leikur hann biskup H7 skák. Já, hann gerir það. Hann gerir það, já, og bakkar svo, hótar riddaranum. Athyglisvert. Er Björn þá að fara að vinna þetta E5 peð undir einhverjum kringumstæðum eða hvað? Ég segjum riddari DF6 og þá er til dæmis bara þetta að drepa á E5. Já, þá er þetta að drepa á E5 að því að þetta peð á E5 er valdað að báðum svörtu riddaranum ef hann færi sig þá vinnur Björn peðið. En þetta er eins og við áttum vona á Gauti, það eru strax komnar hérna svakalega flækju bara strax eftir byrjunina. Ég einmitt átti vona á því að Björn myndi tefla Torri Árásuna með sínum hugmyndum sem við köllum píramídan og að Jón Kristinn myndi svara bara einhvern veginn en fá samt sko ekki endilega verra sko. Eins og þessi stað þarf ekki endilega að vera búinn þótt hún líti vel út á hvítan. Nei, einmitt. Hann leikur hérna H5 og hann setti upp smá grettu. Hann er ekki alveg ánægður að þurfa að leika þeim leik en að minnstakosti er hálínan ekki að fara að opnast strax. Já, ekki nema Bjössi drepi á G4 einfallega. Má það? Hann getur drepa á G4. Gerði það? Já, vinnur hann að peð tímabundið að minnstakosti. H-peð er ennþá fyrir þannig að Jón Kristinn er allavega ekki að fara að mát strax. En hvað nú? Ok, hann drepur á E5. Sko, ég ætla að segja eitt með Bjössa og þetta ágæta system. Björn er tilbúinn að skipta upp á öllu léttu mönnunum og tefla þetta endatafl. Já, einmitt. Hann þarf sko að máta kongin á H8 eða H7 er kannski aðalplanið. Gangi það ekki upp, þá er það ekki allt í lagi. Já. Tefla bara endataflið. Einmitt, og það má ekki gleyma því að þó Björn sé frekar sóknar sinna skákmaður, þá er hann frábær í endatöflum líka og hann hefur svona góðan, að því er verið svona almennan skilning á því hvar mennir eiga að vera oft þegar að fer nálgast endataflið. Ég ætla að fá að benda á eitt í þessari stöðu. Eftir að hvítur hókar er langt þá er riddari E4 hugmynd og leika síðan riddari finnur 6. Aha, skarplega aðtöðu Gauta ef hann hókar langt sem er líklegt þá kemur riddarinn mögulega hér og þá væri þetta búið. Og núna verður Jón að leika drottning E7 eða 8 eða eitthvað slíkt að því annars kemur riddari E4 og skákin er lokið. Einmitt. Biskup F5 núna getur verið svarað með E4, er ekki rétt? Það er rétt. Þessu svarað með riddari E4 en hann ætlar að fara með hrókin svona H8. Já, sko það er athyglisvert núna riddari E4, biskup F5, riddari F6. Ég hóta máti á H7. Missir hann af því? Já, hann virðist missa því, en nú kemur hókur H8. Já, hann sýnur svip sem að staðfesti það hann hafi mistað því. Drottning finnur 2.
Já. og svo Hrókur H4, eitthvað slíkt, veit það ekki. Getur hann, já, hann leikur í F4, Já. ég held að kannski Jokko getur drepið á H1. Skýtur því inn í. Nei, það er alltaf skáka H7, er það ekki á eftir? Jú, nú kemur F5, blasir við. Er þetta ekki bara búið, Gauti? Já, ég meina að þetta var búið eftir þetta byrjunarval Svarts miðað við sko reynslu Bjössa í píramídanum. Já, þetta flæðir eiginlega bara. Ef ég fæ að vera hreinskilinn. Þetta flæðir eiginlega bara sjálfur sér hjá honum. Hann hefur náttúrulega telt þetta lengur en Jón Kristinn hefur verið. Meðal vor. Já, þannig að hann hefur mjög góða tilfinningu fyrir þessu. Og Símon nálgaðist þetta gríðarlega vel. Að hann var með konkrét hugmynd í Kongssundurann. Já. Og sem náttúrulega gaf hvítum minna en ekki neitt. Bjössi var nánast með verratafl sko. Já, einmitt. Ég hefði haft svolítið gaman að því ef Jón hefði sko endur tekið það afbrigði. Já. Bara til að sjá hvað Bjössi hefði gert. Einmitt. Já, Jón Kristinn er alveg með baki uppi vegg hérna, Björn er með betri tíma í þokkabót, tæpa mínútu meira á klukkunni eins og við sjáum og að þér verist í óstöðandi sóknan. Pass að drepa ekki á G4, það er óþarfið, þá drepa á G5. Já, hann er með þessi 3P þarna og þarf ekki að gera neitt nema bara stilla mönnunum upp á kongsvagnum. Já, hann er bara að fara að drepa á H8 leika, nei, fyrir ekki, hann er alltaf að leika Hrókur H4. Já, líklega ætlar hann að ná tökum að hálíunum með Hrókur H4, já, það er sniðugt. Hrókur H4 og gerir það og ætlar síðan að tvöfalda. Eða, drepa bara G4 og líka G6. Já, það er líka möguleiki. Þetta er vonlust. Já. Þetta verður sammála Ég finnst það alltaf dálítið gaman að því, sko, ég hef náttúrulega tölvöld reynslaði að sitja við hliðan á Jóni Kristinn þegar hann teflir. Ég hef dálítið gaman að því að sjá hvernig hann leysir úr svona að því verðist óyfirstíganlegum vandamálum. Hann er gríðarlega úrræða góður skákmaður. Hann er það. En nú er hann að vera mát, sýnist mér, er það ekki? Já, ok, hann sleppur kannski. E6 er sleggja hér, er það ekki? Ég held að séu ýmsa sleggjur hér, já. E6 lítur mjög vel út. Þú getur bara að leikja Hrókur Finnur einn þessuna bara til að hafa gaman að þessu. Já, valda bara P og F5. Já. Ég held að þetta sé ein unnasta staða sem við höfum bara séð hérna í þessum útsendingum hjá okkur, sko. Jónatan Rósson myndi leika Hrókur F1 vera í stöðunni bara. Já. Segja bara, gjörðu svo vel. Þessi góðu líka, einn af mörgum góðum leikjum. Svipuð mynd, Gunnar 6 núna, búið. Já. Eða F6. Hrókur E1 bara. Já. Já, það koma þessi leikir. Þetta bara rúlar, sko. Og Jón Kristinn gefur þetta. Já, þetta var mjög samfærandi sigur hjá Birni. Nei, ég meina bara Svartur átti ekki séns, sko. Hann átti ekki séns. Það var að skákum með 2 og þar hefur Jón Kristinn hvítt. Við sjáum þarna hvítu klukkuna hægra megin. Þá fáum við að sjá Björn Þorfinnsson tefla drottningabræð á hyggjivitinu einu. Ef til vill, nema Jón Kristinn sé með eitthvað frumlegar útfærslur af drottningabræðinu. Þetta er nú allt hefðbundið enn sem kom með þér hjá þeim. C6, já, Hrókusíðin, já, típiskur Jón. Þarna kom það, já. Bara góður leikur en sérstakur. Já. Í þessari stöðu. Vegna þess að tíðkast ekki að fara með Hrókin svona snemma á síðan. Og kannski er einhver gildra í þessu, rittarardrapi D5 ef til vill eftir eitthvað og biskup á C8 í uppnámi, hugsanlega. Jón Kristinn er svona, hans er lúmskur þegar kemur að þessum gildrum og þessi Hrókur hann lúrir svolítið á C1-um. Hann er nú fljótur að skipta yfir í þekkt fræði, sýnist mér. Já. En það sem svona leiki gera er að þeir láta andstæðinginn hugsa og þetta skiptir máli í hraðskák. Alveg rétt. Við sjáum það líka á klukkunni Jón Kristinn með 3.07, Björn komið niður í 2,5 rúmlega. Björn má leika rittar 1-4 og hann vill það. Já. Nei, hann fer með hann á H5, ok. Það er önnur leið til þess að stofna til þessara uppskipta og ágætist hljómvalbúðuregla fyrir áhorfendur að ef þeir eru með aðeins þrengri stöðu og minna rými þá eru uppskipti yfirleitt góð til þess að létta aðeins á stöðunni. Rittar F4 er það leikur hér? Ef til vill og Jón Kristinn þyrfti þá kannski að fara tilbaka eða þá hróka og gefa biskupinn. Sko hann vill ekki leika biskup F1, hann hlýtur frekar að hróka og gefa eftir biskupinn. Já, ég myndi hugsa hann hróki bara í róleitum en þá mætti nú færa rauk fyrir því að Björn... Já, Jón Kristinn leikur náttúrulega Kongur Finnurinn. Já, ok, hann hrókir það. Hann hrókir róleitum. Kongur Finnurinn hefði verið smá jokkólegt, sko. Já, fara svo í kongsókn. Að fara bara út úr leppinum og, já. Ok, hérna eru við komið með svona þessa hefbundu Karlsbad peðastöðu. Gauti, hver eru svona plönin í svona stöðutípum? Hvað hvítur ekki tefla upp á? Já, þakka þér fyrir spurninguna, Björn. Hvítur hyggst íta þessum peðum sínum eitthvað áfram og búa til veikleika hjá svörtum. Og á meðan er svartur í rauninni bara, já, ég á erfiðara með að lýsa plönum svarts. Það kannski vill bara vera traustur og leifa þessu bara að koma. Bíða og sjá hvað gerist. Bíða og sjá. Það eru svona nýjar hugmyndir í þessu, ekki með rittarinn á C7, það er líka B5.
Já, plantariddar á C4, þetta er nú ekkert Íslands nýjasta nýtt svo sem en hann getur ekki verið gott samt með riddaran á C7. einmitt, hann ræður að sjá hvort hann ætla næst, en Jón Kristinn leik hann F4 sem er kannski svolítið óhefbundið í þessum struktúr. Já, hann og frekar telt upp á F3 og F4. Einmitt, og svo leikur hann E4 og tekur á sig þarna stakt peð á D4. Hvað finnst þér þessa ákvörðun? Ég meina, ég hefði leikið frekar F3 F4 en ég bara veit það ekki, kemur ekki bara hrókur D8 og svo það er svartur helst þegar maður að pressa eða eitthvað? Já, því að maður sér fyrir sér að þetta býr til allavega reit á D5 til dæmis fyrir svarta riddaran. Já, drottning F7 hóta til dæmis bara að vinna skipta Einmitt, og lagar drottninguna af línu hróksins á eina reinum. Einmitt, hann þarf samt aðeins að gæta sín á einsum riddarahoppum í stöðinu. Mista þessum, já. Er þetta vesen með leppurna á E-línunni eða hvað? Kannski þetta svaraði bara með drottning D6 og bakkar svo bara með biskupuna F7. Já, færa bara drottninguna. Eða drottning C7, já, býtunni, þá er honni á B7. Hann leikur riddari C5 og Björn drottning F7 kemur sér undan hróknum á E1. Nú gæti orðið uppskiptið en ég hef á tilfinninguna að uppskiptið var í svörtum í hag hér, þannig að Jón Kristinn leikur F5. F5 er pínu óþörlegur af því að eftir biskup D7 er þá ekki honni á B7. Já, og eftir biskup C8 þá kannski nær hann ekki alveg að halda tökum á E-línunni. Já, svartur á ekki eftir biskup C8 að slegið hrókur E1 sko. Þannig að hann leikur því. Já. En sko Jón Kristinn er með svona dálítið jokkólega riddara í þessari stöðu og það má búast við að þessi riddara muni hoppa eitthvað í kringum svarta kóngin þegar líður á skákina. Það er svolítið honum líkt, finnst mér. Þeir eru skemmtilegi riddarannir. Hann leikur drottning D2, hann er væntanlega að fara undirbúa hrókur E1 og taka E-línuna. Björn getur stofnað til drottningaruppskipta. Ég veit ekki hvort að það hjálpar honum mikið samt. Já, leika bara drottning 1-3. Já, ég sá fyrir mér að ef drepi hrókur E1 þá hvíti mjög fljótur að komast inn á E8 og festa allt á 8. reitaröðinni. Ekki með millileikur svo kallaður. B6 hrókur E1 tekur E-línuna og getur þá planta riddarinn sínum kannski á E6 í framhaldinu eftir að drottningi færi sig. Já, það er óþægilegt. Kemur ekki bara riddari E6. Það lítur hansi vel út. Dreipir svo með hrók eða peði. Já, bæði gott held ég. Og svo er bæði betra. Riddari og drottning svona tilbúin að fara að nálgast svarta kóngin í framhaldinu. Ok, Björn er greinilega komin í töluverða vörn hérna. Ég hefði dreipið með hrók sko. Mér finnst, náttúrulega peðið stoppar í hrókin sko. Hann var öflugur hann á línunni. Heldur kannski aðeins meiri svona dýnamík í stöðinu að dreipa með hróknum. En hrókurinn hefði líka haft auga með C6. Já. Björn er kannski búin að ná að bremsa þetta aðeins núna. Já, núna sko Bjössi er traustur í vörninu nefnilega. Núna mun hann bara leika bara hrókur A7 eða eitthvað og bara svona fara valda reyti og eitthvað. Hann leikur drottning D5. Hann svarar þá drottning C7 með hverju? Já, það er góð spurning. Þessna var ég að hugsa hrókur A7 sko. Þótt hann hafi nú ekki verið fallegur. Drottning C7 má kannski drepa D4 með skák og bakka svo D8 með drottningun eitthvað slíkt. Halda þessu. Drottning C7 vissulega hótar bæði riddaranum og peðin á B6. Já, drepi á D4 náttúrulega eðileikur gamanið. En þess er í uppnámi hér. Þannig kannski þarf Jokko að eða tími kongur H1 ætlaði að segja og gerir það. Við erum kannski bara að hugsa á sama hraða nema ég segi það sem ég dettur í huga meðan Jón hugsar áður hann gerir. Geti verið, já. Ég þarf ekki að leika leikjunum svo til. Nei, það er oft mjög þægilegt að vera á hliðarlínunni. Já. Drottning C7 komin og nú er drottning dreipið D4 ekki skák. Er C5 leikur með hugmyndinni eftir hóp uppskiptið að leika hrókur C8? Já, en hann dreipið bara D4 og missir af þessu. Missir af gaflinum. Já. Við náttúrulega sáum þetta báðið Björn. Já, ég ætlaði nú að fara að benda á þetta en Jokko var bara undan að leika þessu. Já. Og ég sáum hann greinilega að Björn kinkaði bara kolli til samþykki sem að þetta hefði verið smekklega gert. Þetta var bara vel útfært skák hjá Jóni Kristni og hann hélt góðri tímapressu líka. Og þá var þriðja skákin staðan 1-1, þetta fer vel að stað. Þetta er náttúrulega svolítið lýsandi fyrir Jokko að hann er bara svona að gera eitthvað. Já. En þetta var nú samt sniðugt af því að þetta er kannski gallin við píramídan hjá Bjössa að hann þvingar hann fram líka móti aðbrigðum þar sem að píramídin er kannski ekki alveg málið sko. Já. Eins og móti C5 náttúrulega áttu bara að leika D5. Já, bara taka slaginn í þeirri stöðu og já, alveg rétt hjá þér. Hérna eru konum með óhefðbundna stöðu. Já, þetta er svona A0-0 í ekkofræðunum.
Já, í gamla góða tímaritunni skákgauti þá hefði þetta verið kallað óregluleg byrjun. Óregluleg byrjun. Já. Getur þú kannski notað tækifærið á meðan við höfum svigrúm til og sagt okkur örlítið frá tímaritunni skákgauti? Jú, tímariti skák, það kemur út 2 ári og vorheftið 2026, það er bara í vinslu as we speak sko, bara núna. Einmitt. Og það verður auglýst vel þegar það kemur út. Já. Og það eru nú 2 greinar eftir þig. Einmitt. Hvenær mega svona spenntir lesendur búast við því að hérna tímaritið komi út? Já, ég ætla ekki að lofa neinu en ég segi allavega apríl mánuði. Einmitt. Þú hefur stýrt þessu blaði núna í nokkuð tíma, ekki satt? Jú, þetta verður held ég 8. eintakið. Já. Og jú, það er bara gengur vel, ýmsir sem hafa skrifað í þetta ágæta blað. Allir sem hér eru, ég, þú, Bjössi, en ekki Jón Kristinn. Já, við erum eftir að fá það fram. Já. Staðan á borðinu er nokkuð skonar kóngsindversku vörn, mætti segja. Það sem að Svartur hefur þennan biskup á G7 sem einkennir kóngsindverska vörn. Og Gauti, þú hefur nú telt kóngsindverska vörn einstaka sinnum. Hver væri plönin svona fyrir Svartan sem koma til greina í svona stöðu típu? Já, það væri hægt að reyna að undirbúa leika F5. Já. En Bjössi, hann svona tefli meira kannski anda Benko bræðs og lék hann að B5. Jón Kristinn. Já, fyrir ekki. Já. Hann lék B5, já, og býður Birni að drepa peðið sem að ef til vill er eitrað. Já, hróku B8 eða eitthvað slíkt. Já, þannig að Björn leikur hann hróku C1. Svartur hefur aðeins minna rými í þessari stöðu. Ég veit ekki alveg hversu vel þetta henta skákmenn eins og Jóni Kristni en hann er oft ansi hugmyndaríkur að finna upp á einhverju sniðu. Já, þessi stað er náttúrulega of góð fyrir Jón Kristinn. Já, ég átti við að hann sé vanur að vera með verri stöður á þessum tímapunkti í skák. Já, bara hann þarf að hafa einhver verkefni, skýr verkefni til að leysa úr. Já. En hér er staða sem að hefur ekki augljósa veikleika og þá vantar hann verkefni. Já, athyglisverð kenning. G5, já, það er kannski ekki alveg anda kóngsindversku varnarinnar. Já, þetta er G5. Hérna myndi einhver segja að þetta veikir F5-reitin, Jóni er örugglega alveg sama það. Já, ég held að Jón er nú líklega eins langt frá því að vera reytarskákmaður og hægt er sko. Já. Þú hefur heyrt það að vera reytarskákmaður? Já. Armenarnir, þeir voru miklu reytaskákmenn. Já. Reyta með sér brandarana? Já, inn á milli. En getur Björn eitthvað nýtt þér þennan veikleika? Kannski ekki. Það verður nú kannski einhver reytingur af brandarum hérna hjá okkur. Ég hugsa það, inn á milli. Já. En það er ekki Björn að, já, hann fer tilbaka, já. Áhugavert. Hvað er hann að hugsa með drottning D1? Sko, ætlar Jokko að leika samt F5 en bara búin að leika G5? Ég er svona að reyna að réttlæta þetta. Já. Er hann að fara að planta rittar á F4 sko beint onni? Já, það er alveg honum líkt sko. Bara beint onni sko. Ég er ekki að tala um hann sé búin að undirbúða henni sérstaklega. Einmitt. Já, bara henda honum þangað. Já, leiktu þessu bara. Nú fer hann tilbaka. Ja, þessi rittar er mun enda á finnur 4 sko. Rittari A2, hann getur verið að hoppa inn á B4, hann að Jokko stoppa það. A5 er góða leikur, held ég. Spurning hvort að Björn geti eitthvað nýtt sér. Sko það er helst hérna þessi reytir á, eins og reyturinn C6, sko. Ef hann kemur kannski rittara þar, þá myndi hann geta farið að opna svona einhverja möguleika í framhaldinu. Nú er A5 veikur. Já. Leikur Svartur A4. Þá kannski fer rittarinn inn á A5 og svo inn á C6 eða B7 eða eitthvað undir einhverjum staðum. Mætti Björn íhuga að leika rittarinn á C6 með peðsfórn í huga? Já, ég held að það sé alveg inn í myndinni sko. Og þá hefur í framhaldinu rittarinn á A2 aðgangað C6 eða D5 gegnum B4 reitin? Einmitt. Ég held að það sé nákvæmlega planið og ef að hvítur leikur rittarinn C6 og Svartur þarf að drepa með hvíturritarbiskup þá minkar einmitt valdið á hvítur rittarinn sem að Jón Kristinn er búin að veikja nú þegar. Og þá má ekki gleyma því að eftir mögulega F4 einhver tíman sko, eftir langan tíma, þá kannski vakna biskupin á G2. Já, einmitt. Ég held að þetta væri mjög praktísk peðsfórn fyrir Björn í stöðunni. Jokko er líka komið með aðeins verið tíma núna og er svona svolítið planlaus akkurat í augnablikinu. En gleymið því heldur ekki að hvítur á aðganga ýmsum reitum á drottningvagnum. Það er til dæmis leikur eins og drottning B4 setur press á D6 peð, hrókur C1 getur komið einhvern tíman. Ok, kongur H7 er svona hálfgerður biðleikur. Já, bara leyfi Bjössa að sína sín spil, séu þau einhver. Já. Mér dettur í hug sko ofurmenntaður leikur,
Hrókur D1 Já, ég var að hugsa nákvæmlega sama. af því að þá ertu tilbúin á D-línunni eftir fórnin á C6. Einmitt. Akkurat, undirbýr riddari C6 og leiði drápi og peði fellur í kjölfarið og... Mun þessi útsending mögulega, Björn, sanna að ég kann eitthvað fyrir mér í skák? Já, ekki spurning. Svona velti ég fyrir mér? Ég held að það sé nú ekkert deilumál, Gauti minn, hvort þú kunnir eitthvað fyrir. Koma smáttur þetta niður hjá sig. Hrókur C1, ok, hann skiptir upp hrókunum. Ég myndi var að velta þessum möguleika fyrir mér. Kannski, eins og Gauti var að tala hefði verið ráð að halda mönnunum inn á. Við minnum að það svartur með þrengurstöðu, uppskiptir og honum í hag. Ef að rittarinn mætti sko fara 3 reyti fram á 1 til hliðar, þá væri rittari B4 ansi góður hér. Einmitt. Það væri nú svona góður ólöguleikur sko. Kannski kemst hann á B4 eftir einhver hopp. Já. Eftir einhverjum leiðum og inn síðan. Já, kemur ekki bara rittari D3 eða A2, já. Rittari A2. Þetta er sniðugt, núna má hann ekki leika rittari B4. Einmitt, hóta rittarnum, þannig að rittari B4 myndi tapa honum. Björn á líka undir einhverjum kringumstæðum biskup F1 ef hann passar upp á E4. Var þetta sniðugt? Sko, fyrsta tilfinningi mín var að þetta var ekki sniðugt vegna þess að... Ég meina E4 er að falla, nei, eða hvað? Já, sleppu fyrir horn eða hvað... Hann getur drepið á E4 með rittara, sko. Já, drottnur upp C4, B-drepur, rittara A5... Það er náttúrulega peðið náttúrulega hóta rittaranum á B3 og rittara A5. Já, ok, hann fer út í þetta svona. Sko, nú fer að koma bara biskup F1 og eitthvað fer að falla hjá Jóni Kristni sýnist mér. Af því að kallarnir hans eru alveg rangstæðir og... Já, þessi skák náttúrulega vinnst á A-peðinu og heyrður það fyrst þér. Já, nefnitt. Vissir það kannski sjálfur líka, en hún mun gera það, sko. Nú það Björn að hreyfa biskupin, ekki drepa, já. Hann gerir það. Drepur þetta, H5. Drepa þetta með kóng var náttúrulega algjörlega óþarfinn, allt í lagi. Ok, nú hlýtur... Já, hann leikur þessi peðin á D6. Já. Og bölvar hann í hljóði. Við svo sem vitum ekkert það. Þeir eru orðnir mjög tæpir á tíma núna og Björn er búinn að hirða 2 peð af Jóni Kristni. Og er þetta A-peð ekki bara að fara að ganga alla leið eins og Gauti Páll hafði lýst yfir hérna fyrir örstundi síðan? Jú, þetta er bara, já, það er bara A6 og partíið er búið, sko. Já. Þetta peð þarna á A-línunni, það raular fyrir munni sér. Ég held ég gangi heim. Já. Svo vitnað sé í gamla sönglegateksta. Heim í Heiðardalinn. Já, nú fellur peður endar fyrir rittara en Björn ætti að stýra þessu sannfærandi til sigurs. Hann er ekki með eina veikleika, hann er manni og peði yfir. Nú þarf bara að vera skynsamur og skipta upp á léttumönnunum og að vinna præsentablið. Einmitt, biskup B8 vinnur E-peðið eða þvinga fram uppskipt á rittara og biskup eins og gerist. Þetta er frekar auðvelt að vinna. Já, sérstaklega í ljósið þess að peðin eru hvítum reitum og biskupin er svart reita. Og Jón Kristinn gefst upp staðan 2-1 fyrir Birni Þorfinnssyni. Já. Það var skemmtilega skáki bara. Ég hafði svolítið gaman að þeim. Já. Og rétt nálgun hjá Jokko að leika C5 og ég hugsa að minni gera það aftur. Já, einmitt. Kæra áhorfendur, við ætlum að fara núna í örstuttar auglýsingar og koma aftur með framhaldið af þessu einvíi eftir skammastund. Ekki fara langt. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots.
Ice Guys 2. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, komið sæl aftur. Við erum að fylgjast með undanúrslitin við Björns Þorfinnssonar og Jóns Kristins Þorgeirssonar, staðan 2-1, Birni í vel. Gauti, við vorum sammála um að þetta voru bara skemmtilega skákir. Já, þetta var bara skemmtilegt og ekkert sem kom of mikið og óvart í byrjunarvalið eða slíku en já, Björns svona aðeins betri en ekkert of. Alla skákirna vinnast með hvítt sem áhugavert. Jón Kristinn með hvítin í næstu getur jafna metin. Björn teldi sína píramídaárast, það kom ekkert óvart, hann vann samfærandi sigur í fyrstu skákinni. Gerði það. Jón Kristinn reyndi að breyta út af í þriðju skákinni en Björn yfirspilaði hann stöðulega í rauninni. Já, þegar að staðan var svona lokuð sko, svona, einmitt. Já. Jón Kristinn satt með hvítt í næstu skák og var áhugavert að sjá hvaða bragðum hann beitir til að koma sér í góða stöðu aftur í jafna einvíð. Við minnum á það að einvíðin lokið leið og einhver keppandi fer yfir þrjávinninga. Þannig að það eru bara 2 skákir í þetta fyrir Björn ef vel gengur og hann færi þá fram í úrslitin sem fara fram næsta sunnudag. Þetta var alltaf gerast. Þetta er alltaf gerast, já. Og minnum á það meðan við bíðum eftir að þeir fara af stað með 4. skákina að seinna einvígi kvöldsins þar mætast Vignir Vatnar Stefánsson og Ingvar Þór Jóhannesson, skákskýrandi. Það má gera ráð fyrir að það verða dagskránni svona rétt fyrir 9 í kvöld. Þarf ég ekki að halda með Ingvari svo að ég komist aftur í settið? Jó, þú voru að gera það. Þú voru að gera það. Já, það má kannski geta þess að meðan við erum að bíða að við erum að litið setna á ferðinni í kvöld vegna þess að við vorum að bíða í rauninni eftir Vigni sem er að tefla á alþjóðlegu móti. En þeir eru komin að stað aftur í 4. skákinni, það er ljósleiðara skákin í boði ljósleiðarans sem er einn af styrktaraðlum þessar útsendingar og minnum á aðrir góðir styrktaraðlar hér eru Lengjan, Síminn, Collab
og að sjálfsögðu ljósleiðarinn. Ég hef ekkert við þetta að bæta. Nei. Jón Kristinn er með hvítt og leik E4 og er með ítalska leik, Gauti. Hann teflir hann bara tiltölulega rólega. Já, með drottning á E2. Þetta minnir mér nú á frændaði Rúnar Sigurpálsson. Hann er nú gjarn á að setja drottning á E2 í svona stöðu. Spænskum leik til að mynda. Einmitt. Þetta er nú einhver hugmynd frá Karpov, eða ekki? Já, ég þekki nú ekki hvað þetta er upprunnið, en þú segir mér tíðindi. En þú náttúrulega ert góður í að sjá hlutina fyrir þér svona myndrænt. Jú, einmitt. Ég á mjög auðvelt með það til að þetta er mér djúpt í hugskotssjónum. Já, má segja það. Já. Riddari B til D2, þetta er róleg stöðubygging og allir mennir ennþá inn á borðinu, ekki neinu uppskipti orðið ennþá og hvorugur keppendur núna hrókar og það er eins og þessi báður að bíða eftir að hinn hrókari. Já, þeir eru báður að bíða svo hægt sé að leika G4 eða HSS G5 sko. Já, þá áttu við að ef að Björn hrókar að stutt þá leikur Jokko G4 og öfugt. Hann leikur G4 samt, já. Já. En hrókar að Björn þá ekki bara langt? Já, en þá þarf Björn ekki að hrókar að stutt onni í þetta sko. Nei. Þegar núna er aftur sko Jokko að gefa eftir eins og hann F4. Já. Hann er eiginlega að gera sekur bara nákvæmlega sömu stöðlu mistök og í skákinni rétt á hann. Já, einmitt. Eða hvað, ég veit það ekki. En getur hann nýtt sér reytir á móti kannski eftir eitthvað riddar að hoppa eins og riddar á E3 og einu á F5, D5 eitthvað svona? Já, það sem svartur hefur er að hann getur leikið Gunnar 6 og stukkað við mann á F5. En hvítur getur ekki leikið Gunnar 3 eða 1-3. Skarplega aðtuga því að þér veit ég. Já, þetta er varanlegu veikleiki á F4, það er spurning hvort að Björn á að nýta sér það. Það var spurning hvort að riddarinn fari í ferðalag gegnum G8, E7, G6 á F4. Já, einmitt. Þessi hér sem er aðgera lítill akkurat núna. Já, hann á jafnvel rökréttari leið. Hann á beina leið ef svo má segja þannig yfir hann að reyta ef að til þess kemur. En Björn leikur hrókur E8, hann heldur ýmsu opnu, kannski opna tabli með D5 einhver tíman. Undir einhverjum góðum kringumstæðum. En getur Jokko kannski farið í einhver árás á drottningvagnum, leikið B4 eða eitthvað slíkt? Er Bjössi í myrkri? Mér sýnist það sé dimmt hjá honum, já. Ég var reyndar að hrósa Jóni Kristni fyrir að vera vel upplýstur. Já, hann er bæði vel upplýstur og líklega bara með frekar góða myndavél. Já, mér sýnist það. Minnir svolítið á Sigur Staða-variantin hér daginn. Já, einmitt. Já, hann er einmitt að skrifa í tímarit í skák. Já, frábært. Hérna, gaman að heyra. Ef hann er að horfa. Núna er hann sem sagt neyðist hann til að skila mér, sko. Já. Komið í útsendingu. Já, einmitt. B4 er komin og Björn leikur bara kongur B8, hann er ekki hræddur við þessa piðaframrás. Virðist vera. Þetta er náttúrulega... Við hvað ætti hann eiginlega að vera hræddur? Já, það er náttúrulega góð spurning. Hvað gerist, Gauti, ef að hvítur leikur bara B5, segjum það? Ok, gerði það ekki reyndar en... Ég ætla að fá að nota hérna af því að nú er latínukennsla á undanhaldi. Ég ætla að fá að nota konjunktífus júrsífus og segja að komi til þess að hvítur leiki B5, þá náttúrulega leikur svartur A5. Já. Og lokar þessu á móti. Og lokar, já. En nú leikur Björn athyglisverðan leik, hann leikur D5, skilur peð á E5 eftir í uppnámi og hvað gerist heldur eftir riddar eftir bara E5? Þá hefði nú bara komið drottning D6 og 2 mennur og nýja eða hvað. Já, ekki, það var það sem að mér fannst. Ef ég fæ að bakka örlítið að því að ég var að velta fyrir mig leiknum riddar eftir E5, D6. Ingvar er ekki hérna, það er bakkafjörður. Já, og þessi tveir í uppnámi, þannig að hér verða uppskipti og alls verður uppskipti og nú er Björn að stofna til uppskipta og Jón Kristinn, hann virkar ekki sérstaklega kátu með að hafa lyft þetta. Já. En markam á svipin á honum. Ég sko, það vantar stundum í hann að því nú þekki hann ágætlega sem skákmann þar sem við höfum verið svona samstíga að mörgu leyti sko. Sko, sometimes sko common sense is not so common sko að stundum er bara allt í lagi að tefla bara common sense. Já. Veist, ef Jokko myndi bara í öllum skákum þegar hann er búinn að klára liðskipan, til dæmis hrókera. Já. Veist, myndi hann ekki bara hækka 100 stig? Nei, ég veit það ekki, þú veist. Já, þetta er góð pæling. Af því að, þú veist, hann er að fá verra að tafl bara af því að hann er með konginn einhvers staðar bara á miðinni, sko. Þetta er einhverja góða punktur. Þetta er á sama tíma hans styrklegi og veikleiki þessi frumlegheit hjá honum. Hann er ofta að skapa ótrúleg færi, sóknarfæri, en á sama tíma skilja stöðunni sín eftir eins og rjúkandi rúst. Já, ég hef, sko, Stefán Bergsson, skákmaður mikill og liðsfélagi ykkar ESA hefur haft svona smá áhrif á mig varðandi þessi atriði. Já. Það er spurning hvort þetta rittur í C6. Björn breiður hérna eins og leikur rittarnum í dauðan en sjáum að ef þessi er drepinn þá fellur þessi á móti. Þetta er náttúrulega bara sniðugt af því að rittarinn kemst svo á A5 og hótar þá C4-peðinu. Já, þetta er mjög sniðugt. Já, Stefán hefur verið með þessi heilræði að út með mennin á hrókara bara.
Já, ég meina þetta nú ekkert nýtt sko. En samt sko gott fyrir sterka reynda skákmenn að minna sig á þetta vegna þess að menn eru ofta að reyna að finna upp hjólið sko. Já, nú til dæmis verið að hrókera sko sem einhvers konar varnarleiki endatafli. Já. Yfirleitt þetta að hugsa sem svona koma kongnum í skjól snemma tafls. 25. leik, hrókarar Jón Kristinn. Kemur ekki bara F6 og svo hrókur Daniel 3 nema Hvítur fari á D-línuna á undan. Já, það lítur mjög vel út. Jafnvel strax hrókur D3 sko. Þá hafði ég smá áhyggjur af því sko. Nei, ok, það bara... Er þetta einn og hann í F7 eitthvað? Já, en það vegur ekki jafn þungt, sko. Hrókur eftir B1, er Jokko að fara að töfra eitthvað fram hann á... Já, töfrabröðin, hrókur B5, hrókur A-trefur, A5 mát, eru nú smá töfrabröð. Það er beinhóttun. Getur Björn stoppað þetta með riddari D6 eða C3 eða hvað er best að gera? Hann leikur riddari D6, já. Sko, ef hann hefði ekki séð þetta, bara drepið á E3, þá hefði þetta snúist, sko. Já, þá er bara óverðandi mát, sýndir mér. Bara snúningur, sko. Ok, en eru við ekki sammála þá Gauti að Björn lítur að standa betur hérna? Hann hefur peðið yfir og það eru slæmi peðaveiklingar hjá Jóni Kristni. Eða hvað? Er hann að hrista eitthvað fram úr erminni hér? Riddari B5. Já. Riddari E1 og kannski fyrir riddarinn á C2. Björn stoppar þar. Hrókur C3 er mjög mentaðleikur. Hann stöðvar sko inngönguna á bæði D3 og C2. Einmitt, að stilla hróku upp svona ská á móti riddara með reit á milli. Það er oft mjög gott að valda ýmsa reiti. Þetta sko, stundum við talaðum í Helga Ólafs fræðunum sko að setja valda hálfring riddarans, nei biskupsins segi. Já. Hér er eiginlega verið að gera svipað nema með riddaran sko. Já, með hrók, já. Einmitt. En sko, riddari B4 er leiðileg hótun hér, þannig að hann verður að leika hrókur. Já, hann getur þetta. Já, hann á flotta reit á B6, sleppu fyrir horn hjá honum. Björn er að verjast að því verðist bara mjög vel núna. Hér tapar til dæmis hrókur D2, út af riddari B4. Spurning hvort að kongur B6 væri ekki... ok, hann leikur riddari C3, gaflar hrókana, kemur riddari B4 skák, á Jokko eitthvað í þessu er hann að tapa liði. Kongur A7, what is next? Riddari D5... Þetta er bara steindripið með D-hrók, sko. Já, ok, hann hótar hróku B7 riddari C7 mát. Hróku D-dripur D5, sko. Já, en mátt hann ekki líka bara taka hrókin á B1 eða var ég að missa einhver? En þetta er ekki búið að klín bara? Já, þetta er bara mjög fint líka. Já, Björn er að taka þetta. Ég hef nú einhver peð þarna en ég sé nú ekki... Kongur B6, hróku B7, jafnteflisbóð? Nei, það er náttúrulega. Já, Björn stoppar þetta alveg núna og kongur B7 tekur peð. Ok, þarf ekki einu svona leika kongur B7, hann íti bara A-peðinu. Það verðist að vera nánast óstöðandi. Leiktu bara kongur B7, já ok. Svona. Það var enda hrókur B8 kannski. Já. Alltaf þetta er fínt. Jokko er búin að gefast upp. Og Björn Þorfinnsson vinnur ljóslegarskákina og er komin í 3-1 Gauti og það þýðir bara 1. Hann vantar bara 1 í jafntefli til viðbótar og þá var hann komin í úrslitin. Já, en ég hef nú full að trúa því að Jón Kristinn muni ekki gera það auðvelt fyrir hann. Nei. Jón kannski hefði gott að því núna að fá sér einn ferskan kollab. Ég var einmitt að smakka þennan drykk núna í fyrsta sinn. Já, athyglisvert. Jú, þetta er ágætt bara. Já. Nú kemur Hannes 4. Nei, hann drepur. Ok, núna er Björns að tefla sko endatafls útgáfun af píramídanum. Já. Hann er búinn að sætta sig við að mátið er ekki til staðar á Hannes 7 eða Hannes 8. En hann mun samt setja drottningur og C2 hróka langt sjá til. Ok, já. Það er svona yfirvonandi einhver E4 leikur, þannig að Björn leikur riddari E4 sjálfur, stoppar alla slíkar hótanir hjá svörtum. Það er á augnablikum sem þessum sko, sem er svo fyndið að við vitum að Bjössi er svona skákmaður, en í vissum stöðum þá er hann bara hreinsar hann borðið fyrir 20. leik. Já. Með hvítu, en þá með þeirri hugmynd að hann þekki endatafli betur en aðstæðingur. Já, og gleymið því ekki að í þessari stöðu hér 3-1 yfir þá dugar beinni jafntefli og þá er bara fínt að hreinsa borðið. Það er svolítið leiðilegu Jón Kristinn. Hugsan hafi telt píramídan sinn aðeins svona kannski linkulegri viljandi að þessu sinni. Já. Jón Kristinn þarf að reyna að halda einhverju lífi í stöðunni og helst kannski einhverju mönnum inn á borðinu. Ég held að sko Jón hefur eiginlega bara náð að komast í eitthvað svona taktist fjör í einni skák. Það var skák nr. 2 þar sem hann hefði hvítt í drottningabræðinu. Þá fekk hann smá frumkvæði. Já. Annars hefur hann einhvern veginn ekkert komist í neitt. Já, hann hefur ekki alveg náð að láta ljósitt skína. Nei. Ég held að þetta hefði verið nokkuð rétt hjá mér að skrattin sé að hitta ömmu sinni. Þetta 2 líkir skákstílar mætast og reynslan er að hafa sigur síns mér.
Ok, þetta virkar þetta mjög passíft núna hjá Bjössa. Er hann ekki ofrólegur eða hvað? Já, það nefnilega geti verið að þetta sé kannski svona full mikið að hinu góða. Það er svolítið eins og hann sé að raða upp á nýtt, sko. Já. Ritter F4, ok. Jokko getur gefið hann tvípeð núna. Já, rittarinn fann 4. Hann getur kannski ítt peðunum eitthvað kóngsvagnum af stað. Þetta er ekki draumast á kvítt, sko. Nei, ég myndi nú segja að það sé einn af betur stöðunum sem að Jón Kristinn hefur fengið í þessu einvíi. Það væri mjög skemmtilegt fyrir einvíið að ef að Jón Kristinn vinnur þessa skák, þá Já, getur við erum náttúrulega hér fyrir, sko, fyrir veisluna. Já, fyrir kontentið. Fyrir kontentið, sko. Já. Já, hvað að segja veisla, sko. Það var náttúrulega íslenskt orð. Jú, ég hef mig grunað það. Þetta var nú hann í skaupinu líka. Allt er veisla. Þetta er allt sem er veisla í dag. Já. Einmitt. Siggi Sigurjón, sko, til. Krokodil 8. Og hvað nú? Gaman að segja frá því að ef hann hreyfir rittarann þá er rittari C6 búið. Vá, nei, djók, það er Ronny að valdarti áttarið. Skemmtileg hugmynd samt. Ég er mjög gaman að ég sjá taktík sem virkar ekki. Já, þetta gæti nú komið. Já, rittari C4 er drepið og þá liggur þetta í loftinu. Einmitt. Þetta er svona vofir yfir. Þetta er svona vofa. Hann hótar líka að drepa hérna á F5, þannig að Jón Það er vissulega hótun, sko. þarf að hafa auga með því. Hann leikur F4, ok. Hleypir smá lífi í þetta. Er C4 leikur? Já, þess vegna. Þess vegna, sko. C4, ok, biskupinn þyrfti að hörfa þá. Þetta hlýtur að vera betra á Svo sagði þér að biskupinn myndi hörfa og ég var næstuði búinn að segja Hörvar Steinn Gretarsson en sagði það nú ekki sem betur fyrr. Ég þekki það vel að ég vissi að það varst að hugsa þetta, sko. Já, en eins og ég sagði, ég stefti því allavega að segja þetta í útsendingu. Já, en það er komið á framfæri núna. Allavega. Nú rittari F5, drottningin sleppir því að valda D8-reitin, þá er drottningdreifur E4 skemmtilegur. Wow. Já. Það er líklega það sem að Björn var að hugsa um. Ég nefnilega veit svolítið hvað Bjössi er að leitast eftir, held ég. Oft á tíðum. Fer hann með rittarinn á B5, er það kjánulegt eða hörvar hann? Oft og tíðum. Hvað segirðu? Fer hann með rittarinn á B5 núna eða ætlar hann með hann eitthvað annað? Ég var nú meira að hugsa um E2. Já, fara bara tilbaka. Já, hann er bara svona aðeins að kýtla F4-pið. Svo, sko, núna er einhver ekki hérna. Þá bara segja það sama og hann segir svona kýtla peð og eitthvað. Já. Það er ekki sagt það? Jú. Ég er náttúrulega að horta á þessar útsendingar hérna og þetta er alveg nokkuð skemmtilegt. Sko. Einmitt, þakka fyrir. Já. Hann fer á F5. Ok, og drottning F6. Ég var ekki alveg búinn að sjá hvernig hann ætlaði að svara þessu. Hvert ætlar hann næst? Já, meina, það er hægt að drepa á D5. Já. Það kemur til greina. C4 leikur hann, já. Drepa á C4, já, ok. Já, ég sé ekki alveg. Fatt ekki alveg hugmyndin eftir bara biskup C6. Galdur, já. Mér finnst það of mörg tromp núna sko fyrir svartan, hann líka lokar á biskupinu A6, það er rittari D3 skákarinn í myndinu á eftir sko. Já, líka sko Bjössi vill hann ekki halda valdi á D4 sko. Öðru en af með þessum hangandi rittara þannig. Já, þetta er mjög óþægilegt núna held ég. Beitu, hvaða reyti á rittarinn F5? Getur þú samt það? Og rittari B4 hótun? Já, það er, ég held svo ómikið í uppnámi. Það er mikið sem liggur í loftinu hérna sko. Þetta sér náttúrulega Jokko manna best, sko já, eins og Gauti segir rittari B4, drottninga eitthvað, drottninga bara F5, hótar E3 fráskák. Ekki gleyma því samt að biskupin og D5 eru onni í þessu öllu saman. Já. En þú veist, ok, drottningin kennst á C4, en þá kemur E3. Já. Það er svakalóþægilegt. Það er eins og ég segi, það er E3 fráskák sem að... Já, fráskák er einmitt þáttur í tímaritinu skák. Já, það er rétt. Ætla Björn bara með kóngin... Það er sagt fráskák. Ætlar með kóngin á C1 eða hvað? Það er ekkert kæmingamátt í stöðunni en sko nú getur sko ég er með eina hugmynd. Gæti verið gott að drepa F2 og eiga inni einhvers konar sko uppvakning á F1 bara til þess að fá mennina frá. Já. Einmitt. Hann þarf að passa sig að drepa kannski ekki ofljótt á D5 af því að það er einhver skák á E8 með drottningu. Já, að vísu. Það er samt ekkert víst að það sé eitthvað hættulegt en ég veit það ekki. Einar 2, jável. Gæti kannski tekið með biskup. Já, akkurat. En já, hann dreipur bara D6 á Bjössa. Já, Bjössi reynir að halda einhverju lífi í þessu. Ok, hóta kannski drottning E3 skák núna. Eða drottning E1. Þess vegna. Já, ég veit ekki, ég er bara leikmaður sko.
Þetta er áhugavert. Björn er með smá takk á drottningvagnum. Jokko getur náttúrulega hvenær sem er tekið biskupinn á A6 og farið síðan að hirða þessi peð. Já, en sko í hraðskák er náttúrulega svakalega gott að hafa riddara á borðinu sko. Já. Hann eins og ef að hlustundur þekki ekki þá getur hann sko hoppað. Þessi var sniður. Já. Þessi var sniður. Sáum þetta að drottningin á E4 drepur drottninguna A4 og þetta er riddarinn farið sig af B4. Þetta var glæslega gert hjá okkur. Hann minkar munin í 3-2. Það var gott fyrir okkur. Heldur betur. Og þá er Björn með svart og þetta er orðið ansið spennandi núna því ef að Jokko vinnur þá er staðan 3-3 og fyrir við í bráðabanna. Ég er að reyna að láta hérna. Ég hef svo lítið álit svo ofta á því sem að Jokko gerir í byrjunum sko. Já, maður lærir svo bara að horfa fram hjá þau sko. Já, ég veist hann lék á móti mér hérna fyrir norðan sko, eitthvað rittri C3 og svo E3 í öruleik. Já. Ég einhvern veginn bara svona, ok. Nú erum við komnir í einhvers konar slavneska vörn með óhefðbundum leiðum. Já, best að tefla London system án þess að koma biskunum út, sem prófum það. Jokko er búinn að taka Það er líka blokka biskupið minn sko, auk þess í bæði kemjunum ekki út og ég ætla líka blokka. Já. Ég held að Bjössi sé ánægður hér, þurfandi bara í aðtölu. Já, þetta er traustaði fyrir svartan. Jokko hefur kannski svona langtíma yfirburði í formi biskopaparsins. Ég reyndar bjóst við að Jokko myndi leika rittari C3 í fyrsta leiki í Sveinvígi. Aðalega, þetta er skemmtileg hugmynd og hann er með hugmyndir í þessu og ég hef svona kíkt á þetta sjálfur. Aðalega því að þetta er akkurat eitthvað sem að mig grunar að Bjössi einmitt kannski kunni ekki að svara svona reiðum höndum. Hann gæti lent í vandræðum. Ef að maður svarar rittari C3 með E5 að þá eru sko hugmyndir varandi að leika D4 snemma. Rittari F3 og D4. En nú sjáum við að staða Bjössi er gríðlega traust þannig bara með svartreita biskupinn eftir inn á borðinu en eiginlega öll peðin sín á hvítureitum og engi sérstakki veikleikar. Hann er með tvípeð hérna á kongsvagnum. En það er spurning hvort að Bjössi verði sko of rólegur núna og leyfi hvítum að bæta stöðunni jafnt og þitt. Já, mér fannst það vera helst til og rólegur áðan og gefa Jokko svolítið frjálsar hendur þarna. Tökum bara dæmi, segjum að Jón Kristinn leiki biskup D3, drottning setur og róki á endanum sko stutt. Mun þá Bjössi íhuga að leika G5, G4? Já, alveg pottitt. Hann mun allavega íhuga það sko. Já, þess vegna eru báðir að bíða með að hrókara eins og svo oft í þessu innvígi. G5 er skemmtilegur, ég hefði líka leikið þessu. Þetta er bara, hann líka bara sækja rými sko. Já, einmitt. Og það er spurning hvað Jokko ætlar að gera við kónginn sinn. Það er hægt að hrókara í báðar áttir en það gefur kannski svörtum færi. Ef maður hrókara stutt kemur G4 á nano sko. Einmitt, og ef maður hrókara langt þá kemur kannski biskup A3. Já, bara A5, A4 því já. Líka varandi A5, A4 sko að eftir biskup A3 þá náttúrulega er ekki hægt að leika A-peðinu hvítum sko. Einmitt. Þetta tekur biskupaparið allavega af Jóni Kristni. Ok, rittari A3 hótar G5-peðinu. Það væri mjög líkt hérna það er nú ég alveg að tala, ég bara þetta er alltaf að ruglast hjá mér, hver er með hvitt og hver er með svart sko. En Jokko er með hvitt Bjössi með svart. Já. Að hérna, ég var að segja að það væri líkt Bjössa sko að reyna að finna leið til að skilja þetta peð bara eftir í dauðanum. Já. Með þeirri hugmynd að rittarinn sé þá svona out of play og fara bara, leika bara A5 núna, það væri svona Bjössa-legt sko. Einmitt. Hann gerir það. Nú segi ég það sko áður en hann gerir það. Ég er svo viss að hann gerir það. A5, það er klárlega möguleiki. Og ef að hvítur leikur það A4 sem er glannarlegur leikur og kemur bara samt B5. Þess vegna sko. Það var nú gaman að myndi gera það, leipa smá lífi í þetta. Já, líka gott content sko ef að maðurinn gerir það sem ég segja hann. Það sjálfsögðu, já. Sko stöðulegri, rólegri leikurinn væri bara að leika til dæmis að rittari E4 og valda peðið. Ég tek eftir því. Já, hann leikur A5, hann leikur A5. Ég tek líka eftir því Björn eftir ég fekk mér sópað þessum ákvæmta kollab. Já. Sem er virðist vera með raspberry and ég veit ekki hvað þetta er. Aprikósa. Þá kannski jökust hugmyndi mínar á svona taktískan hátt. Já, ég held það. Ég tek alveg undir það. Ég var svona aðeins stöðlegri áðan sko, aðeins gagnrýnni. Núna hérna langar mig bara að hafa gaman að þessu. Ég er alveg sammála því kollab hleypir smá lífi í litla fína heilabúið. Já. Jokko leik A4. Spurning hvort ég eigi efni á því en það er annað. B5, A4. Þú stakst upp á B5 á þann en Björn hrókar stutt og skilur peðið þannig eftir í döðunum. Sko hugmyndin er ekki að koma kongnum í skjól því ekki er hann að því. Hugmyndin er að fá F-hrókin með. Aha, hann ætlar að fara með hann á B8. Já. Og hér kemur B5 beint í döðan og ef að Jón Kristinn drepur þá kannski A4 gauti eða?
Já, jú, er það ekki bara? Hvað annað? Áfram með smjörið. Já. Ok, nú er einhverja línur opnast í kringum hvíta kónginn og Jón Kristinn þarf að passa sér núna. Rittarinn gæti fara á C4 á einhverjum tímapunkti. Já, það er mjög auðvelt að tefla svörtu stöðuna núna, Hrókur B8, rittari C4, A4 og svo framvegis. Ég myndi leika Hrókur F8 og leika svo rittari E8 með hugmyndir rittari D6 rittari C4. Já, þetta er líka trópp, og færi rittarinn líka þá vinnur við tempo á þennan rittar, sko. Það er rétt. Þetta var mjög dýrt peð sem að Jón Kristinn drap á G5. En sko, talandi það, hvað átt hann að gera? Þú veist, frekar hann að drepa peðið. Því að þú veist, það er mjög eðlilegt að taka það sem er sett á diskinn, sko. Hann hefði kannski þurft að styrkja varðundar í kringum kónginn. Já. Já, Hrókur FB8, A4, þetta lítur allt mjög vel út. Björn er svona að velja bestu leiðina til að útfara sóknina. Við vorum að tala áðan heilræði Stefáns Bergssonar, að hann nefndi nú einmitt sko, sérstaklega held ég að hróka stutt. Já. Út með mennin og hróka stutt. Sko. Núna er Jokko sko að hróka langt. Segðu mér eitt, Gauti. Björn var að leika rittari F til D7. Já, sá leikur býður nú upp á leik sem að mun... Er ekki biskup H7 drottning H5 eitthvað hættulegt? Eða? Hættulegt eða bara slúttspil? Já. Nei, ég meina eftir G6 þá bara drepið á G6. Nei, bara biskup G8. Bara biskup G8. En hvað gerist þetta rittari F6 fer þá drottningin á H4 eða hvað? Já. Já, G6, hann verður að leika. Já, hann valdar svo sem H7, það er eina góða við þetta. Hvað? En þetta er ekki gott, sko. Nei, ég skil ekki neitt, ég verð að viðurkenna það, en... Ég er að reyna að fá mann á H7, en ég sé ekki hvernig ég læt að ganga. Sýnst Jokko bara þeirra bakka núna. Já, bara bakka, en... Hann er búinn að vinna... Drottning G3 gæti verið á leiðinni. Já, hann er búinn að vinna mjög mikilvægt peð. Já, mikilvægt peð, meina kongu svart sem bara gjör svona galopin, sko. Já, en þessi riddar á F6, hann kemur alltaf í veg fyrir mát. Já, en eftir drottning G3 þá er riddari E6 beinhóttun. Þú voru að gáða því, sko. En drottning G3, hvað gerur hann þá? Verður hann að... Sko, hann leikur riddari H5, drottning G4, riddari F6, það er einhvers konar þráleikur, en það er Bjössa í vil. Já. Þannig að Bjössi þráleikur kemur riddari H5, sko. Leikur bara drottning G4 tilbaka. En riddari H5, það má leika riddari E6 tvískák, er það ekki? Já, en G7 riddarinn er valdaður, sko. Já, þá var hann drottning E5 í framhaldinu, drottning E5 skák og tekur riddarinn kannski á H5. Já, mista ekki, ok. Það er tapað, bara riddari E6 núna. Já. En kannski sleppur hún það. Sér samt hvað ég er sko sannfærandi í vitleysunni, sko. Það skiptir máli í beinu útsendingu. Riddari E6 kongur F6. Kongur F6, já, náttúrulega Bjössi fer í þetta, en drottning G4 hefði verið svo praktískt af því að jafntefli dugar. Takk fyrir það þessu Bjössi. Takk að jafnteflinu. Hvað hefði Jón Kristinn átt að gera eftir drottning G4 annað en að hörfa á F6? Jón Kristinn er með hvítt, sko, minna á það. Guðmengur, já. Ég var ekkert að grínast í því með þetta að ég næði þess ekki, sko. Er Bjössi sloppinn eða hann að vera mát? Hvað er að gerast? Hvernig er hann ekki orðin mát? Kongur E7. Já, hann er mát á E5, eða ekki? Mát á E5, drottning E5. Já! Gekka. Og Jón Kristinn jafna metin. Vá! Þetta er skemmtilegt. Vá! Ég er svona ég held með Bjössa en innstinni held ég með Jokko, sko. Já, við höldum náttúrulega alltaf með einvíðinu, sko. Já. En ég held með þeim báðum, skilur við. Staðan er 3-3, Gauti, og þetta þýðir bara 1. Við erum á leiðinni í bráðabannaskák og fyrirkomulagið er þannig að þeir halda sömu litum. Það er að segja, Björn verður áfram fær hvítt í næstu skák og þeir tefla hefðbundna skák í rauninni bara þangað til einhver vinnur. Þannig er það. Ef ég jafntefli þá skiptast litirnir. Og nú þurfum við bara að bíða eftir skilaboðum hvort að þeir séu tilbúinir að byrja strax eða hvort við tökum örstutt og pásu fyrst. Ég skal ekkert um það segja. En hvað getum við sagt um þessa skák með hennar bíðum? Já, svona ljósið þess að ég skipti skákinni eigendur bókstaflega svona 4 sinnum, þá sem get ég ekkert tjáð mig hana að því leyti. En svona skáklega? En skáklega séð var hún, þá náttúrulega snerist hún þegar að hvítu gall leiki biskup H7 og drottning H5. Einmitt. Og kannski klauðarskapur að byrja að hörfa með hennar riddara, hann riddar eftir D7, hann átti ýmsa aðra fína leiki. Já, riddarinn var kannski mikilvægri en hann hélt á F6. Já. Hrókur B8 voru við að tala um og A4 og opna línur. Já, bara svona einbeita sér að sínu systemi, sko. Einmitt. Máta hvíta kónginn. Hvað fannst Björn missa af mjög góðum færum þarna á drottningvagnum? En það er gott dæmi að Jón Kristinn, hann sækir sín færi
jafnvel þóttu komið bara einu sinni, Já. þá tekur hann þau strax. Einmitt. Og við gerum ráð fyrir að þeir fari að byrja mjög fljótlega. Fáum þá skák þar sem að Björn Þorfjósson hefur hvítt, bráðabunarskák sá sem vinnur fer í úrslitin. Það eru gaman að fylgjast með því vegna þess að þeir hafa ekki ennþá gert jafntefli. Ég var ekki einu sinni búin að velta því fyrir mér, sko. Já, alla skákinir hafa unnist til þessa. Þetta er nú bara ekki ósvipað og í Kópavoginum. Já. Þetta er nú eins og Ingvar vinnur okkar talar að menn sé að tefla upp á. Já. Ég mun aldrei skilið svoleiðis Já. tal, sko. Einmitt. Það sem þú átt við þá er alþjóðlega skákmóti í Kópavogi, áfangamótið, þar sem að 10 skákmenn mætast í lokuðumflokki, allir við alla. Það eru 4 erlendir stórmeistarar Já, og og svo ungir íslenski skákmenn. það er skákdeild Breiðablik sem stendur fyrir þessu, frábært framtak hjá þeim. Já. Þar er einmitt Vigni Vatnar að tefla og hann mætir hérna í Einvíi á eftir. Hann var að tefla fyrir í dag og gerði þar jafntefli. Og Ingvar hefur einmitt verið að skrifa pistla þetta Já, tíðamót. þeir eru komnir á stað, bráðabunarskák, 3-3, Björn Þorfinnsson hvítt, Jón Kristinn Þorgeirsson svart. Já, nú kemst náttúrulega Bjössi í mjög hefðbundna píramídarás. Þegar við höfum D5 E6 á borðinu. Og hann leikur hérna C3 í þriðarleik. Gauti, ertu svona með útskýringar á því af hverju hann gerir þetta svona? Já, útskýringin byggir reyndar á öðru aðbrigði, Mhm. að hann þurfti ekki að gera það, sko. Hann gat alveg bara leikið biskup G5, en allt í lagi. Hugmyndin er að eftir riddari F6 strax í öðru leik, Já, að þá er biskup G5 í rauninni ekki nógu góður út af mjög sterkum leik riddari E4. Þannig í stöðun eftir riddari F6 í staðin fyrir E6, já, þá leikur Bjössi C3, sko. akkurat. En þú veist, skiptir svo sem einhver máli þannig Nei. í hver röð þetta kemur. Einmitt. Núna vill hvítur jafnvel fara að leika F4 í einhverjum stöðum. Aðeinsvægt það sem að Björn gerir núna, hann skiptir upp öllu en Hann heldur drepur rittarinn. allt og drepur á C5. Nei, hann gerir það ekki. Okay. Mhm. En hann er kannski að halda þig fram núna, hann sem er aðeins betra endatabla því að rittarinn er aðeins sterkar en biskupinn. Ég hef séð hann drepa allt og drepa á C5 með Já. hugmyndinni drottning D4. Einmitt. Hann þurfti ekki að hrókera, sko, Nákvæmlega. en já, allt í lagi. Hann heldur örlítið betra tabli og það sem kannski meira er, hann sér einhvern hag í því að minnka svona dýnamíkina í stöðunni Býtu biskup á móti C6. Jóni Kristni. Já. F4, þetta er svona ætlaði að segja, grjótgarðs uppstilling hjá beinni og ætlar hann að fara að máta Jón Kristinn, hrókur F3. Hann allavega gerir heiðilega tilraun til þess. Svo- Nú gæti F6 verið einhvers konar hóldun af því að rittarinn kemst ekki á G6. Einmitt. Já, kemst ekki á G6. Einmitt. Leikur Bjössi ekki bara hrókur G3 eða? Ég veit ekki, mér finnst hann er kannski ekki alveg að fara að máta strax en alltaf lega búið til einhverja hótanir. Já, hrókur AF1 og bara svona, já, Áfram með smjör. þetta bara í róligheitum. Hann það kannski gæta sín á einu, hann Björn, að ef að Jón Kristinn er að leika F6, rittarinn þyrfti að fara, segjum kannski C4 rittar eitthvað, þá kæmist kannski biskupinn út og tæki sér bólstað á E4 reitnum. Sem er einmitt þekkt í grjótgarðinum að vekja Já. þennan biskup á einhvern þannig hátt. Einmitt. Oft í gegnum H5 reitin, það var hún ekki þannig hér. Er hann að gera nákvæmlega þetta núna, Gauti? Já, ég meina þú sagðir þetta, þá gerist þetta. Biskup Gunnar 6. Ok, býðum með það. Biskupinn náttúrulega gæti farið á C6 líka. Er Bjössi að fara að skipta um plan og leika E4? Já, það kemur til greina. Bara til að tefla upp á veikleikan á E6? Eftir uppskiptið að þá myndi náttúrulega rittarinn fara á C5 mögulega. Einmitt, P verður veikt á E6. Þá á biskupinn möguleika bæði að fara á G6 eða C6. Þetta gæti orðið áhugaverð skák og töluvert spenna sem er að byggjast upp núna hann með borðinu. Björn stýrir svolítið ferðinni. Nei, það er Jón Kristinn sem tekur að skarið og opna tablið. E5. E5, já. Nú verða upp. Rosalega mikið langar með að leika E4 núna. Já. Sprengja þetta upp. Einmitt. Kongur svartur á F8, sko. Akkurat. E4, það lítur bara mjög vel út fyrir hvítan, sýnist mér. Hann gerir það. Hann gerir það. Björn er með örlítið betri tíma núna en þeir hafa báðir haldið bara ágætu tempó í þessu. Sko ef hann drepur á E4 þá er náttúrulega drepið með hrók. Já. Þá er þetta peð hérna. En eftir biskup C6 þá má alls ekki drepa á E5 út af. Það er Róni á D2 í endan. Já, ok. Ok, Jakob drepur á D4, drepur á E4 líka. Er þetta enda í einhverju jöfnu endatabli, Gauti? Pínu óþægindi, sko, hann drepur með drottningu
Nei, ok, ég dreif tilbaka með rittara því ég var að hugsa D2-reitin, hvort þú hrókur kæmist á D4. Já, En hann gerir það ekki. Dreif hann með rittara tilbaka. áttu við að hann dreipur á E4 með drottningu, það verður Já. uppskiptið svona, já. Hann dreif hann með rittara til að valda D2-reitin. Já, mikilvægt að valda eingöngur eitt hróksins. Jafnvel þótt hann komist í þetta C4P, þá er bara hrókur eins og erfiður við að eiga, sko. Sérstaklega eftir biskup C6 og út komið einhverja hótanir. Heldur að Björn dreipið þá frekar á C4 eða hvað? Er ekki örugara í stöðun í einvíðin að dreipa á E4 og... Já, Nei, menn hann er ekki lengur yfir. hann dreipur á C4, já. Ég var að hugsa biskup C6 eða jafnvel E3. Gæti hvíti Eða E3 drottning F4 kannski. Gæti hann stoppað í þetta með að leika hróknum sínum á E3 Já, eftir biskup C6. það var kannski bara sniðut. Hann leikur E3, ok. Drottning F4 skáki eða hvað? Já, ég held það, og Jokko, Hann mistaði bara að því. hann missir að því. Já, ok. Ég misti það líka í eitt augnablik hérna. Nei, varst ekki að nefna það áðan eða hvað? Já, ég nefndi E3 og sagði síðan nei, drottning F4. Já. En já, nú er Jokko að tapa peði og Björn er þá, já samt, ef hann leikur biskup F7, það dreipur hann kannski bara með hrók. Það er engin lús í þessu af því að kongurinn kemst á G3. Já. Ef peði verið á G3, það var svona einhver skákir og... En ok, kongur G8, hrókdreipur E3 og það er engin skák á D1, rittarinn á F2 er lúmst góður, hann valdar eingöngur reitinu. Já. Já, Björn er að taka yfir hér, hann verðist vera peði yfir fyrir litlar bætur. Jokko heldur drottningunum inn á svona því að Björn mátti ekki dreipa á F7 og peðinu á A2. Nú er þessi biskup alveg fínn á C6. Já, ég meina að þetta er nú bara alveg praktíski sénsar og svart, sko. Já. Ég myndi ekkert hérna að fara eitthvað að ákveða neina niðurstöðu. En byrju, er þetta ekki hættulegt þetta leikir svo drottning D5 einhver tíman eða? Nákvæmlega. Já, ég meina að þú veist, þetta er bara, Já, ég meina ok, ég meina. já, þú veist, já. Hvað gerist nú? Drottning E7, já, hann hvað rittar alltaf hangandi á D3. Þetta er mjög hættulegt. Hörru, við bynstum báður þessu. En Já, samt sem áður, hann kemst á, Þetta er líka hættulegt. þetta er bara líka Og hægt. þetta geti jafnvel bara verið betra svartagöti af því að hrókudreipi B2 og hróku G2 er hótun og biskupinn er miklu sterkar rittar en í augnablikinu. Nú skulum við hugsa, hvað gerði Bjössi vittlust eftir þá yfirbúrastöðu sem hann fekk? Hvað þurfti hann að gera öðruvísi? Já, það er bara mjög góð spurning hér. Átt hann að, Var ekki bara rittari D3 áðan slaguleikur hjá honum? Þurfti hann ekki að gera eitthvað annað? Það mátti ekki hleypunum minn með drottning D5. Já. Sko, svartur hlýtur að standa örlítið betur hér. já, ég líka að sé á Jóni að honum líður aðeins betur núna með þetta. Já, Krókur Gunnar 3, sko. Já, já, hann er fegin, hristir hausinn. honum er létt. Já. Hóta tveimur peðum, C3, H3. Nú það Björn virkilega að finna búið einhverju töfrabröðum til þess að snúa þessu við aftur. Hann er með rittara. Já, er það ekki einu töfrabröð sem hann er með í hattinum? Já, og eins og áður hefur komið fram þá hoppa þeir, sko. Þeir hoppa í L, Þeir hoppa í L, þó ekki í Jón L. einmitt. Kongur G3 hjá Birnir, hrókur G2 skák. Kongurinn hvíti fer fram á borðið. Er hann að lenda í einhverjum vandræði með kongin eða hvað? Er Bjössi að stilla í mátnet einhvers staðar? Nei, ég segir svo. Veit það samt ekki. Kannski fekk kongurinn yfir á drottningvagnin. Jón er orðinn rauður á klukkunni, Björn er með fínan tíma. Ég meina kongurinn er bara að fara á C7 og drepa Bjössi og C-pið rennur, sko. Af hverju er Jón svona förðurlostinn á svipinn? Biskup F3, hóta hrókur C6, glemir því ekki. Það myndi vinna rittaran. Það gerir það. Rittari D7, hóta rittari E5, þetta er orðið svolítið hættulegt, rittarinn er að hoppa. Eftir hrókur C6 skák, kongur D8, þá er rittari E5 líka hótun sem er erfitt við að eiga af því að það er fjölskyldugafall. Þetta er fjölskyldugafall. Ok, hann rettar sér. Ok, hann gerir það. En hann getur drepi á B7. Já, það er gott. Það er gott, það er bara góður kostur. Já, hann getur líka leikið hrókur F3. B4. Ok, athyglisvert. Hann bara hefur peðið, já, nú er ekki Jóni á B3. Já, og nú tekur hann á Svona B7. sniður. Hrókur C1. Réttur hrókur C1, undir peðið. Negla á peðið. Já, negla á peðið. Nei, ég meina, Þetta er betur á hvítan allt í hennu. endar þessi skák með að Bjössi er með hrók og Jokko er með peð á H6 og... Nei, líklega ekki. Nei, ég meina Bjössi er bara að vinna þetta núna. Hann er bara undan. Já. Bara B5, já. C7. Þetta er bara búið. Já. Búið.
Jón er ekki ánægð með sjálfan sig. Hann er svektur þarna. Já. En þetta var segla hjá Bjössa. Það var búin að komast vel inn í innviði, sko. Já. Þetta var segla hjá Bjössa að hann var komið mjög vænlega stöðu, mista hana niður, Jokko líklega komið mjög vænlegt ef ekki unnið endatafl. Já. Og svo snýrist þetta aftur. En það er sem sagt Björn Þorfinnsson sem að fer áfram í úrslitin sem framfara næsta sunnudag og við ætlum að gera örstuð hlýja núna, kæru áhorfendur, og undirbúa okkur fyrir seinna einvígi kvöldsins. Vigni Vatnar og Ingvar Þór mæta hérna eftir örskama stund, fylgist þið með áfram. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið sælir aftur kæru áhorfendur. Næst á dagskránni seinna innvíð í undanúrslitunum. Þar að mæta stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson og fítimeistarinn Ingvar Þór Jóhannesson, skák skýrandi með meiru. Gauti, áður en að við förum í þetta innvíð, hvað gætu við séð fyrir okkur að gerist? Það verður talsverður þungi í þessu einvígi. Já. Það verður skriðþungi. Taflmennskan mun einkennast af miklu burðarþvoli. Já, held ég. Einmitt. Þetta mætast tveir skákmenn með frekar þéttan stíl og kannski svona þungar hægfara byrjanir oft á tíðum. Já. Og þeir eru báðir góðir í því að bíða. Já. Þannig að þetta gæti, ég hugsa sko krítísku augnablikin í skákum þeirra verði seint. Já. Þau verða ekki í byrjuninni og þau verða ekki snemma í miðtöflunum. Gæti þetta svolítið snúast tímanótkunna, eins og til dæmis fyrir Ingvar að ætla að vinna svona einvígi sem talið ólíklegt ef miðað við stuðlana? Já, Ingvar mun tefla hratt. Já, hann verður að gera það. Já, það bara blasir við. Já. Ef hann ætla sér eitthvað í þessu einvígi þá verður hann að tefla hratt. Mitt. Sem er allt í lagi af því hann er góður í sínum byrjunum og veit sirka bát hvað hann er að gera, jafnvel þótt honum þótt eitthvað mistakist. Eins og í skákinu móti Bárði þar sem hann glemdi sér aðeins í franskjöfuninni. Ætlaði að leika einhverju en drapa vort fyrst á DF. En svo bara fékk hann einhverja frakkastöðu. Það bara að halda flæðinu og halda tempóinu í þessu. Já. Ég ætla að biðja hana Katrín að koma aftur, Gauti, og draga liti fyrir okkur. Já. Katrín, ef að þú myndir gjör svo vel að draga núna fyrir hann Vigni, stiga hægri keppandan, og þetta þýðir allt saman að Vignir er með svart í fyrstu einvígiskákinni. Ég vona að áhorfendur sjái þetta. Hann dregur svart og sammála því, Katrín. Takk fyrir að koma og draga liti fyrir okkur. Vignir með svart í fyrstu, Ingvar hvítt sem sagt, og áður en að þeir hefja leikingauti þá erum við smá tölfræðimóla fyrir þig. Já, þetta er algjörlega nýtt fyrir mér. Algjörlega nýtt. Já. Sko, þegar Vignir Vatnar Stefánsson fæddist í febrúar árið 2003. 7. febrúar 2003. Þá var Ingvar Þór Jóhannesson að verða 26 ára. Þá þegar að nálgast 2300 stigin. Af því við erum að tala hérna kynslóðarnir að mætast. Merkilegt að ég er einmitt 26 ára. Já, einmitt. En ég er ekki að nálgast 2300 stigin. Nei. En ég meina, við vorum að tala reynsluna á þann. Það mætti kannski segja að reynslan hjá Birni hafi nýst honum á móti Jóni Kristni. Vignir er vissulega orðin mjög reynslu mikill, hann er stórmeistari og Íslandsmeistari og sterkasti skákmaður þjóðarinnar núna. En Ingvar er búinn að vera lengi í bransanum og lengur Vignir. Hefur hann einhver ráð upp í erminni svona sem að geta nýst honum? Sko það sem Ingvar hefur er að hann er kannski virkari en Vignir í hraðskák. Já, einfallega því að Vignir er meira að einbeita sér að alvöru skák. Einmitt. Knappskák. Ingvar með hvítt leikur Daniel 4 og Vignir svarar með riddari Finnur 6. London kemur ekkert sérstaklega ávart. Nei. CS6 er nú... Það er bara Agot Mator system hérna. Ég hugsa að Ingvar ætli að tefla bara svona þægilega byrjanir og halda einhver flæði í þessu sem við vorum að tala að tímanótkunni skiptir töluvert máli. Ingvar heldur áfram að auglýsa vörur hérna. Já, hann sötrar hérna kollab. Þessir kollab. Og nú glottir Vignir eitthvað að þessum A4-leik hjá Ingvari. Ingvar er að, leika eðlugum leikjum og halda flæði bara í þessu. Það er aldrei gaman að benda á það að... Nei, ég meina glotta yfir hverju. Ingvar er bara búinn að leika eðlugum leikjum. Það er Vignir sem er að leika skrýtnum leikjum. Einmitt. Nú kemur bara E4 og þetta er bara einhver check perk. Já. Ítur er bara góður. Ég held það. Ekki? Það geti gert það sko. Já, þú veist, býða svo eftir biskup G7 og henda það bara á hann biskup H6. Sko. Hann leikur H3 spakur. Já. En glöggir áhorfendur kannast kannski við mannin þetta sem er á málverkinu fyrir aftan Ingvar. Þekkir auðvitað, Gauti? Hver er þetta? Já, þetta er nú engin annar en Robert James Fisher. Það er á rétt hjá þér. Já, stuttrókunni Ingvar, hann teflir þetta rólega. Þetta er svona hefðbundið London-kerfi nema riddarinn er á Series 3. Þess má nú geta að Robert James Fisher teldi einu sinni heimsmeistara einvígi í skák. Já. Við Boris Spassky. Einmitt. Það er nú stundum verið kallað einvígi allra tíma. Já, hvorki meira en að minna. Daniel 5 hann hjá Vignir tekur ýmsa reyti af riddarnum á D2 sem var kannski að fara á C4. Sko... Og riddarinn fara á A2, þeir í vasan hann á A2. Þú veist, átti Ingvar ekki bara að leika E4 þegar hann gata? Ég veit það ekki. Það var nú svona prinsipleikurinn fannst mér á þeim tímapunkti, en kannski vill hann hafa þetta bara svona
svona system play eins og maður segir, tefla eftir þessu kerfi. Yfirleitt, já. En ég held að Ingvar þurfi bara að passa að halda flæðinu sko. Nú var hann til dæmis búin að stoppa og hugsa í 10, 15, 20 sekundur, ég veit ekki hvað það verður. Þú varst nú að tala um málverkið þarna bak við Ingvar. Já. Það er einhvers konar járnstöng bak við Vigni. Já. Það er já, einmitt. Aðeins öðruvísi myndefni. Einmitt. Já. Spurning hvað þetta er, Björn? Já. Gerir mér ekki alveg grein fyrir því? Nei, einmitt. Já, Vignir er alltaf með þessa grettur, ég veit ekki hvað það þýðir, hann grettir sig aðeins hérna. Já, það er alltaf ágætt að vita að þetta er ekki bara við skákborðið, þetta er sem sagt líka þegar hann veit að andstæðingurinn sér þetta ekki. Já. Þannig að þetta er ekki bara einhver sálfræði, þetta er bara orðin einhver áhenni. Já, getur verið sko. Ég hef reynt eins og ég get að í kappskák sérstaklega að horfa, sem sagt, ég heilsa andstæðingnum og horfi í augun á honum þegar skákin hefst og svo ekki meir. Nei, einmitt. Af því að ég bara, ég er kannski að missa einhvern svakalegum tækifærum á einhvern sálfræði hernaði, en ég bara nenni ekki að standa í þessu. Nei. Ég langar bara að hugsa um skákina. Það sem er kannski áhugavert við netskákina Gauti er að þá er þessi sálræni þáttur nánast út úr myndinni. Einmitt, ég líka fór í golfbúð daginn. Athyglisvert. Í þeim tilgangi einum að kaupa sem sagt ekki derhúfu, heldur bara der. Já. Og sko hugmyndin með derinu er að það er ekki leyfilegt að vera með húfu eða höfuðfat einhvers konar þegar maður teflir kappskák. Nei, samkvæmt fítureglum. Einmitt. En ef ég er bara með derið þá telst það leiklega ekki sem sko höfuðfata því að þetta er í rauninni bara á enninu á mér. Já, það er mitt. Og svo er svona band en hugmyndin með derinu er þú sér að staðan er svona að maður er farin að tala um der. Við vorum ekki að þessu með Jokko og Bjössa. Nei. En allavega talandi um það. Að derið sko, það skyggir fyrir. Já. Ég sé ekki... Einmitt. Ég sé ekki andstæðingin. Það hylur þig líka. Og svo hylur það mig líka. Sko. Og svo tekið það bara að mér þegar ég stend upp og lappa sko. Svo þetta sé ekki að þetta gröna mig eitthvað. Já. Eitthvað svindl. Það sem mér finnst athyglisvert, svo snúum okkur að þessari skák er að... Nú viltu ekki tala meir um golf, der? Já, við getum talað um der aftur og aftur, það er ekkert mál. Vignir er að bjóða upp á uppskipt og drottningum og ef Ingvar drepur á B4 þá er þetta peð á C2 í uppnámi. Eina sem ég velti fyrir mér er hvort að peðið á B4 verði í framhaldinu veikt eða hvort að Ingvar ætti að hörfa. Nei, hann fer í uppskiptin, valda C2 og Vignir fylgir eftir með C5 og ætla þá að opna skálinan fyrir biskupinn. Er ekki staða Vignis bara að vakna svolítið til lífsins? Ég myndi skjóta á að Vignir stæði örlítið betur núna ef við þyrfti að velja vegna þess að nú getur hann losað sig við tvípeðið sitt ef hann vill. Ég held nú samt að staða Ingvar sé ennþá mjög traust. Það eina sem ég myndi hafa örlítur ágjörða fyrir Ingvar er að hann er með aðeins verið tíma og hann hefur leyft sér að taka tölverðan tíma í ýmsar ákvarðanir sem hefur kannski mátt koma örlítur hraðar. Já. Ég held að eins og vorum að tala um áðan ef hann ætlar sér einhverja hluti í þessu einvíu þá þarf hann að halda góðu tempói. Já. Og þetta minnir okkur að það að þessi tveir keppendur mættust í keppninni fyrir áramót, Íslandsmótinu í netskák, þeir mættust þarna í nóvember. Þeir gerðu það og það var ansið spennandi. Það var það, já, Ingvar átti bara mjög góða sensa í því einvíi í þeim skákum. Vignir var á svipuðum stað, hann var ekki á sama stað, sko, en sem sagt skáklegasið, hann var að tefla í kappskákmóti. Já, einmitt. Og Ingvar var stattur í Búdva í Svartfjallalandi, einmitt. Já, líklega eftir svolítið langan vinnudag. Já, það er rétt. Og mögulega eftir einvíið hefur hann setist niður og skrifað pistla með þér. Það er hárrétt. F4 Ingvar er búinn að þurfa að grafa biskupinn sinn inni á G3. F4 er svona leikur sem við köllum í fræðunum illnauðsinn. Já, einmitt. Hann langar ekkit endilega að leika þessu. Hann var að gera þetta til að loka fyrir þennan biskup en þessi er grafin lifandi og Vignir hörfa bara tilbaka á G7. Hann er með tölvöld betri létta menn og þessi gæti verið að hoppa inn einhver tíman. Ingvar stoppaði það með biskup B5. Tíminn er örlítið að jafnast. Ingvar er að halda velli hérna þó hann sé með aðeins verið tafl. Og hvað gerir Vignir þá? Hann leikur C4, já. Ég segi minna núna að því ég skil minna í stöðunni, bara svo það komið fram. Já, en maður svona skynjar að það er svona ákveðið momentum með Vigni núna, er það ekki? Eða hvað? Býtu nú, er riddari C5? Er Ingvar að ná einhverju pressu núna? Nei, ok. Biskup F5 valdar B1.
Skynsami leikur hlýtur að vera hjá Vigni, komið veg fyrir hrókur B1. Gæti hrókur A2, hrókur B2 eitthvað? Kannski, já. Ingvar leik hérna A5. Þeir eru báðir lágir og tíma núna? Já, nú fyrir þetta að vera svolítið barningur. Biskup C5 góður. Ok, nú getur við verið að fá endatafl, það sem að Vignir er peði yfir, tvöfaldir. Það eru mislita biskupar á borðinu sem auka jafnteflislíkunar? Já, sem báður með 2 hróka. Sérstaklega biskupin kemst á D4 hjá hvítum. Ég held að það væri lykilatriði skarplega A2 hjá þau Gauti. Hann hlýtur að reyna að gera það sem fyrst. Vignir var að hóta hrókur A2 og Ingvar anda yfir því, hann getur mættið með hrókur E2. Nú var mjög gott að ná biskupnum á D4 og valda þetta peð. Hann er í vandræði með þetta peð Gauti. Já, Þetta er erfiður leikur. Já, F5 reynir að fá mótspil. Ég skil. Ef hann drepur á F5 með peð ekki með biskup F5. Já, hann drepur. Já, Biskupin kemur og að múra þetta saman. En sko, náttúrulega Vigni getur nuttað þetta bara fram eftir nóttu sko. Já. Með þennan viðbótartíma. Einmitt. Við getum verið hérna alveg fram í fyrramálið ef svo ber undir. F6, þetta peður eitrað út af hrókur F8 eða hvað? Hrókur B6, misti Vignir þessum. Á hann D4. Ef að svo vill til, þannig ber undir. C3, kongur E3, hvað er að gerast í þessu? Nei, hann má ekki leika kongur E3, þá kom C2. Biskup G5, sleppur það með þetta eða? Hrókur F1, hrókur B8 skák, hrókur C8. Vignir er allavega mikil svipriði sko, biskup C1 eftir hrókur C8. Þetta voru klókindi hjá Ingvari, hann náði að bjarga sér út þessu og halda góðan tíma. Ingvar skarpur í taktíkinni. Nú er Vignir að passa sig að falla ekki á tíma á þurfu. Já. En sko, nú spyr ég eins og Bjarni, er ekki hvítur? Þú veist, hann valda bara biskupinn sinn og er ekki hvítur að fara að íta þessu djepiði? Jú, ég held að Vignir þurfa að snúa við. Þetta er ekkert, ég er ekki að segja þetta sé eitthvað betra á hvítt en þetta er áhyggjefni. Ég held að þetta getur verið að snúast bara yfir í jafntefli sko. Ég meina Vignir getur voða lítið bætt stöðuna. Get ekki séð það. Ingvar er með kóngin. Ok, hann var með kóngin köttaðan á Elíunni en... Köttaður. Já. Kemst hrókurinn bakvið. Má hann fara með hrókin á G3, H3? Ég veit það ekki. Kóngurinn fyrir á B2. Já, hann heldur sér námynda við biskupinn og frípeðið. Er þetta ekki nokkuð traust hjá Ingvari og ef að Vignir fyrir eitthvað að þennja sig þá fer þetta DP bara áfram? Já, G5 er bara snið og ég meina, þú veist, hrókur D4 og hvað? Já, af hverju ekki bara hrókur D4 og... Já, einmitt, þú veist, bara gera hvað? Ok, jafntefli spóð. Þögult, var þetta nöðsynlegt? Já, þetta var kannski þarf að lenda svona passífur. Já. Þetta er samt í lagi þannig. Já, þetta var óþarfi. Já. Okay. En biskupinn valdar G5. Já, en þá er þetta mjög nálægt í að vera jafntefli. Nú ætla ég að fá að spyrja þig, hvernig heldur maður þessu með hvítu ef það er hægt? Hvar hef ég hrókin? Já, það er bara mjög góð spurning. Hef ég að ná þessari línu af því að það kemur í veg fyrir skákir á bílínni? Ég meina hvítur er með ákveðið fortress og svartur á mjög erfitt með að hóta einhver ef að hvítur breytistöðun ekki neitt. Getur svartur hótað þessum biskup á síðanum? Ég held það bara einfallega getið það ekki. Hann gæti leikir hrókur G4, hrókur B4 skák eitthvað svona en Ingvar það bara stoppa það. Hvað með að hafa bara hrókin bara á B8 og leika bara hrókur B8, hrókur B6 að eilífu? Ég held til dæmis að það var í lagi sko. Er það ekki, núna til dæmis leifar hann þetta, var þetta nauðsynlegt? Nei, en allt í lagi, skilur kongur kemst bara hinum megin. Ég er svo gaman að því þegar ég er að reyna að halda jafntefli að finna leiðina sem er svona leiðinlegust til þess. Já, einmitt. Ingvar er með fortress núna, alveg klálega, en Vignir mun jöðast áfram. Ég held að þetta hefur verið rakið jafntefli áðan að hafa bara hrókin á bílinu og vera spakur. Já, þetta er óþægilegt, hótar hrókur D3 ef til vill, er það ekki? Hrókur D3, já, samt sem áður, veit ég ekki alveg hvort að... Sko, þarna hlóðstu sko bæði ef til vill og samt sem áður. Já, því ég var ekki alveg viss. Já, varst ekki alveg viss, sko. Þetta er óþægilegt, hrókur D3 skák, búið. Verður að drepa C2 hrókur, H3 vinnur hrókin. Já, þetta var sigla hjá Vigni, þetta var svona stórmeistara sigla að jöðast áfram í jafnri stöðu. Þetta er náttúrulega það sem að Vignir er dálítið góður í, að tefla svona stöður lengi og halda pressu. Já, þetta er... Vignir kemst í 1-0 og þá er kannski við hæfi að opna einn kollab. Ég held ég láti þennan duga.
Ég held að alþjóð þurfi ekki að sjá mig á 2 kollupum, sko. En þeir eru nú búin að drekka 6 kaffibót í dag líka, þannig að þetta er orðið ágætt bara. Já. Og það er þá drottningabragð, Ingvar sem að stýri þá svörtumörunum, Vigni hvítt. Þetta er fallbeinilegt orð. Ég sagði réttilega kollupum, held ég. Það er spurning með þetta afbrigði. Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér. Þetta er úr einhverjum Tjessabúl-kursi, held ég, sem að svona kvass D5. Já, Ég kíkti ekki einhvern tímann á þetta, var fyrir Torfir Leósson var með hérna smá erindu þetta afbrigði í Tafélagi Reykjavíkur. Já, indverski skákmeistarinn Krishnatar sem hefur meðal annars þjálfað indversk ungmenni og landsliðin, hann var með skemmtilegar hugmyndir í þessu og var að benda til dæmis á afbrigði sem að Gukas, ríkjandi heimsmeistari, hefur verið að tefla í svipuðum stöðum. Kannski hefur þetta komið Vigni eilítið óvart af því að hann nýtti smá tíma í að svara þessu. Yfirleitt er Vignir bara teflið frekar rætt ef hann svona veit hvað er í gangi, sem hann veit nú svo sem yfirleitt. Kannski var hann bara að velja afbrigði, ég veit það ekki. Það getur verið. Hann er kannski einn af fáum íslenskum skákmönnum sem svona á efni á því að geta valið afbrigði, sko. Já, hann er ýmislegt í vopnabúrinu og ef við erum að tala byrjun af Vignis, þá var hann að tefla í dag gegn úkrainska stórmeistarannum Mikhail Oleksienko með svart og teldi þá afbrigði sem hann hefur verið að fjalla núna nýlega á vefsíðunni sinni vignivatna.is, bara með góðum árangri. Fekk nákvæmlega sömu stöðu hann hefur verið að tala í kennsluefninu sínu og já, gerði örugt jafntefli með svörtumörunum gegn sterkum stórmeistara. Já, en örugg jafntefli gegn öðrum stórmeisturum, það er ekki þau sem að flytja menn yfir 2600 stiga múrin? Nei, kannski ekki, en þetta er náttúrulega með svart, sko. Jafntefli með svörtu og vinna með hvítu, það er alltaf gott. Nú gæti Vignir leikið rittari C7, vill hann það, ég er ekki viss um það. Hann leikur rittari D4. Ingvar er með stakt peð sem er oft talið veikt, sérstaklega ef það er blokkarað. Og móti hefur hann biskupa parið sem er gott, þannig ég held þetta mætti segja að þetta sé í dýnamísku jafnvægi núna. Já, bara ef ég vissi hvað það þýðir. Já, það er alltaf frasi sem er gott að grípa til ef maður veit ekki hvað annað maður á að segja. Já. Hrókur F7, hann andæfir hann á C-línunni. Einnig var rétt að segja, já, þetta er bara staða. Já, þetta er bara staða. Ég held að Vignir muni hugsanlega sjá fyrir sér að íta þessum biskup í burtu, kannski með A3. Hann getur líka leikið F3 og H3, vil hann reka hinn biskupin í burtu. Þessi biskupar hérna á svörtum grípa svolítið tómt akkurat í augnablikinu. Ég er mjög hrifinn af notkun vitingingaráttar hjá þér. Vilji hann víkja biskupin í burtu. A6 gæti verið á leiðinni. Já, þess vegna. En ég held að þetta sé í jafnvægi og Ingvar hlýtur að geta verið sáttur með stöðun eftir byrjununa. Hann er líka með betri tíma. Vignir komin í 1,5. Ég get ekki sagt að, já, þetta er nú svona aðeins öðruvísi tempó en hérna einminn og aðan. Já, sko það sem er áhugavert finnst mér í þessu er að Vignir á alltaf hennar möguleika rittari C7, hrókur B8 og svo í burtu með rittaran og hótar hróknum. Það er smá tromp og við sáum núna til dæmis að ef að biskupin hefði farið á E6 gauti, þá hefði komið rittari C7 og einfallega tekið biskupin, eða ekki, hóta síðan hróknum. Eitthvað slíkt, þannig að Ingvar þarf að passa sig aðeins á því en það verður þér svona eina taktíkin í stöðunni hjá Vigni núna. Svo ég geti nú nefnt eitthvað sem er ekki skákin sjálf, þá er nú tíminn töluvert betri hjá Ingvari. Það er með mínútum meira. Rittari Daniel 6, Vignir eitthvað færi sér upp á skaftið og svona það Vignir færi sér góðan svo upp á kollab og er kyrfilega merktur kollab. Já. Í þokkabút. Þetta er, já. Allir leggja sitt að mörkum. Já. Hvert fer Ingvar með hróking? Á hann að fara í uppskipti eða víkja af C-línunni? Veistu, ég bara veit það ekki, sko. Ég veist þetta ekki sérstaklega þægilega staða á hvítt. Veitu, af hverju er Ingvar, hverju mistu af? Já, mér sýnist það bara einfallega mist hrókin á C7. En ég skil ekki, var þetta einhver afleikur? Kannski ætlaði hann að drepa C-num og mista hann á C7, ég veit það ekki. Ok, hann var að bregðast við eins og hann hefði bara leikið að sem manni eða eitthvað? Já. Já,
Já. En ok, Rittardrepi B5 hótar hróknum og nú fær Vignir full yfirráð yfir síðlínunni og þetta er eina opna línuna á borðinu. Þetta er bara 1. desember, þetta er bara fullveldi hérna. En sérðu fyrir þér, Gauti, hvernig hann getur nýtt síðan síðlínuna í framhaldinu? Hvernig nær hann? Já, hann er ekki á leiðin á C8, C7 eða C6. Nei. En ekki eins og staðin er núna. Nei. En hann, ef við getum ímyndað okkur að ná að reka hennan biskup eitthvað í burtu og kemist inn á C7, þá var hann með Pálmann í höndunum. Getum við ímyndað okkur hvernig þessum biskupi væri hægt að... Já, ég geta náttúrulega ekki, en það er spurning. Það er kannski hægt að hafa hann á B6. Já, ég veit. Það verðist nokkuð örgu þar. Það er ekki auðvelt að reka hennan biskup í burtu og hann er mjög mikilvægur ekki í sókn heldur í vörn. Yngvar leikur B5. Ég var að lesa Jonathan Rawson í gær og reyndar alla síðustu vikuna. Já. Og hann var að vitna í sænska stórmeistarann Johnny Hector, að mig minnir. Að Hector hafi einhvern tímann sagt að þegar hann er að meta stöðu þú veist hann náttúrulega maður telur materiálið fyrst hversu margir, allt það sko en það sem hann gerir næst til að meta stöðuna er að hann horfir einfaldlega á biskupana. Já. Og þetta, þegar ég las þetta þá hugsaði ég af hverju er ég ekki löngu búinn að fá þetta beint í æð. Þetta var svo gott, maður gerir þetta án þess kannski að hugsa það meðvitað. En bara ef þú horfir á biskupana þá er ákveðin sannleikur stöðunar í þeim. Þú ert líka Rawson maður, er það ekki? Jú, algjörlega. Hann er svolítið svona það sést þegar maður lesa hann að hann er ekki bara skákmaður. Nei, hann er svona spekingur. Já, hann er með doktorskráðu í heimspeki, maður rétt. Hvað er að frétta af þessum rittara hjá Ingvari sem er hérna á B-num? Já, nú fór hann allt í einu bólstað þarna á Series 4. Já, Vignir hristur höfuðið sem hlýtur að þýða að svartur er að fá einhver færi. Já, þetta er nefnilega búin að vera alltaf erfið skák hjá Ingvari því að hann er með biskupapari og þeir... En byttu rittari C4 þá að drepa á D5, sko? Já, vissulega. Ég var að reyna að sjá fyrir... Byttu nú við... Ég skil ekki. Okay. Var þetta viljandi? Ég veit ekki. Já, hann er manni undir. Já. Nei, þú veist, ég efast svo mikið um það sem ég segi núna af því að kannski er þetta einhver snilld, sko. Já, ég held þetta ekki verið Nei, þetta var líklega ekki snilld. Já, því miður þá fjall bara rittarinn. Ég held að Ingvar var að töfra eitthvað fram þarna en hann tapaði manni og hann með smá pressu út af biskupbónum og hróknum en þetta ætti nú ekki að vera mikið mál fyrir Vigni að klóra sig út úr þessu. Kongundi 2 heldur öllu saman. Og nú var Ingvar að reyna að treysta tíman. Það er bara óhefni fyrir Ingvar að Vignir er hansi góður þó sem í lítinn tíma þannig að það verður að teljast líklegt að Vignir nú að sigla þessi öfn. Ég hugsa það. Íti peðanum, þau eru 2 og samstæð. Hann er ennþá að búa til einhver vandamál hérna. Ingvar. Er þetta Jokko? Er hann mættur? Þetta er ótrúlegt. Hann hótar rittarinn og rittarinn má ekki fara á fellur hrókurinn. Ok, Vignir finnur eitthvað förðulegan... Vignir hefur gaman að þessu. Veit ok, dreipur rittarinn, dreipur hrókin. Ingvar er að vinna mann. En hvað er þetta? Þetta er ekki vel gert. Já. Vignir er í gamanleik. Já. Það er nú alltaf að vera með fíblagangu, en... Já, svo lengi sem hann leiðist ekki út í einhvers konar sprell, þá er fíblagangur í lagi. Býtur og við. Biskup C6. Er Ingvar að snúa þessu? Sko, ef Ingvar vinnur þetta, þá er þetta liggur við sprell, sko. B5, ok. Þetta er nánast glens. En byttu skák, ok. Hann hóta B7. Hvernig stoppar hann þetta? Já, það er stórt spurt. Það er ekki hægt allt í einu. Þegar stórt smurt er oft fátt smjör, sýnist mér. Þetta er svakalegt. Gat hann farið á G1 áðan? Hann gat farið á G1 áðan, ekki skákað á F4. Hann gat farið á G1 og þá gat hann dripið á B7 og svo A7. Það var leiðin líklega. Já, nú er Vignar að fá drottningu og því miður fyrir Ingvar hann er ekki að stoppa og gæst upp. Já, segla Vignis hefur skilað honum 2 sigurum hérna og það er ekki hægt annað en að hlæga þessu. Já. Skák nr. 3 og Ingvar hefur hvítt og nú má Ingvar ekki
láta þessi úrslit trufla sig, hann þarf að halda áfram að berjast, hann hefur átt möguleika í báðum þessu skákum. Algjörlega. Þetta fer nú bara að minna á Birki Ísak, þessi A4-leikir. Já, fremlegir kantbæðisleikir samt það. Já, ég veit það ekki. Þessi tölvuleikir, sko. Þessi A4-leikur er nefnilega mjög tölvulegur, svona, íta einhverju kantbæðis nema leiks. Já, fítimistarinn Björn Sölvi heitinn. Já. Hann átti nú til að leika þessu nú bara í fyrsta leik. Já, mitt. Ef þú manst þetta því. Ég manst því. Það á meðal á móti Jóni Knarr. Já. Sem við vorum einmitt að vitna í áðan. Mitt. Þegar við töluðum um fíflagang og sprell og jafnvel glens. Já. En nú voru konum með svona frekar hefðbundna stöðu sem að minnir á skonar pirk, tískuvörn, svartur leikur E5. Já, Helgi Ás væri hér í skíunum. Já. Með svörtu stöðuna. Ömmut. Það sem er áhugavert í þessari peðastöðu gauti með peðin á E5, D6, C5 er að hvítu getur á einhverju tímapunkti tekið að skarið drepið á E5 og telt á mögulega upp á einhvern veikleika á hvítureitunum. Nákvæmlega. Rittara ferðalag hérna. Nú, Hikaru Nakamura hefur undanfarið svolítið verið að tefla á netinu Kongsendurja með biskupin á B7. Já. Að því virðist með þeirri hugmynd að viðurkenna í miðtaflinu að biskupin eigi ekki heima á B7 og bakka svo bara aftur með hann. Já. En grunnhugmyndin kannski bara ruggla hans í rýminu í anstæðinu. Rittara H5 hefur auðvitað með F4-reitnum. Þetta er þungstöðu bara það allir mennir inn á borðinu ennþá. Já. Og hér bakkar nú Ingvar líklega á F1. Og geispar. Hann leikur biskup F4. Ég hætti hún þetta biskup C4. Biskup C4, já. Ég hef nú stundum sagt að London systemið sé nú bara ítalski leikurinn speklaður og þetta kannski skýrði þetta. Já, ég var að hugsa biskup drepur F4, sko. Já, ég skil. Rittar F6 hótar á E4 og þá verður einhver að gera eitthvað við því. Rittari D2. Valda, drepa, loka. Hvað er best? Það er eitthvað glott á Vigni, Gauti. Já, einhvers konar viðvarandi glotti jafnvel. Já. Eins og hann hafi dálítið gaman að þessu. Já. Sem er náttúrulega ekki alveg við hæfi af því að skák er ekki skemmtileg. Ég hugsa hann hafi líka lúmst gaman að því að veit hvað keppnismaður Ingvar hefur ekki gaman að því að hafa tapað tveim fyrstu skákunum, sko. Ég held að það gleði Vigni. Já. Það var nú gaman að fylgjast með þessum tveimur félögum þegar Vigni var yngri. Þá var Ingvar svolítið að skora á strákinn í hraðskák svona, aðeins að herðan þegar hann var ungur maður. Hann gerði nú þetta sama við Hjörvar hér á árum áður. Einmitt. Þýtt nefndan hér í kvöld. Og hætti svo þegar þeir voru orðnir hansi þéttir. Þetta var góður skóli fyrir þá. Já, já. Hver er næstur í röðinni í þessi einvígi? Já, það verður einhver af núverandi ungmönnum. Feta í fótspor. E6. Já, E6. Sko eina sem að maður hefur smá áhyggjur af, ef ég leiði mér að hafa áhyggjur. Já. Biskup drepur F3 var óþægilegu fyrir hvíta kónginn. Peð og E5 gæti orðið veikt, þannig að E6 liggur einhvern veginn beinast við. Okay. Í þessum töluðu orðum þá leikur Ingvar ekki E6, hann leikur biskup D5. Já. Þá er peð og E5. Ég einhvern veginn bara, ég gæti ekki hugsað mér að leika öðru en E6 í þessari stöðu. Nei. Ég hefði ekki ég hugsaði að sko drepa á F7. C4 er þetta bröðóttur leikur. Gauti. Hann er brellin og bröðóttur. Já. Máttu samt ekki drepa með drottningu á C4? Já, þá hugsaði ég að Vignir ætli að drepa drepið á F3 og enda á rittara drepar E5 og komast í betra endatafl. Það er rétt hjá Björn. Hvort þetta er betra endafl veit ég ekki, en að minnstakosti er svartur á leiðinni með Hrókin og Daniel 2. Series 4 er gerinneklir hann að biskup á D5 en gefur eftir ákveðna reyti í stöðinni, svarta reyti. Já, það getur samt verið gott bara að leika C4 og af því að þessi biskup er náttúrulega ákveðið stórveldi, hann heldur líka stöðinni saman. Hrókur Daniel 7 sér fyrir þess að tvöfaldar Hrókan á D-línunni ef til vill. Hér væri Hrókur D2 mistök, getur þú sagt okkur af hverju, Björn?
Ég held að þá kemur riddaradreipur F3 skák og Ég held það nefnilega líka, sko. biskupdreipur þá hrókudreipur D2. Þannig að C4, það leikurinn þinn, hann kemur á góðan tíma núna, valda biskupinn og kongur G2. Kongur G2 er vandaðarleikur. Þetta er yfirvöldun, prófílaxis. Nú þarf Ingvar að laga mennina sína á A-línunni, riddara og hrók, koma heim í Þetta er yfirvöldun, en ég passa mig á því að bjóða ekki upp á svo kallega yfirgautun í kvöld. Já, mitt. Hún hefur að ég held ekki átt sér stað ennþá. Mitt. Ok. Þótt að hafi stundum staðið teft. Riddaradreipur C5. Leið og riddarinn fór, þá féll C4 peðið. Á hann að skjóta inn biskupdreipur finnur 7? Þetta er mjög góð spurning. Biskupdreipur F7, kongudreipur, hrókudreipur D7 og hrókudreipur C4. Og er það ekki bara málið? Það fellur undir á B2 en það er endatefl það sem er hrókur og riddara móti hrók og frekar slökum biskup þannig. Það er líka onni F4, sko. Já, einmitt. Þetta er málið. Þetta er málið, hann sér þetta, hann Ingvar, það hlýtur að vera. Ingvar kendi mér skákir drápahótanir og ég geri þetta enn þann dag í dag í kappskák að ég segi við sjálfa mig í öllum stöðum alltaf skákir drápahótanir. Einmitt. Hann gerur þetta, fæði peðið tilbaka svona, dreipar á D7, dreipar á C4. Þess má geta að Ingvar var þjálfarinn minn í þó nokkun tíma. Já, einmitt. Hann kom að mínu skáklegu uppeldi líka. Hans áhrif í íslensku skáklífi eru töluverð. Já, eru töluverð, já. Og þessa dagana eru þau ansi mikil á vefsíðinni skák.is. Já, og mjög vandlaður. Vandaður pislahöfundur. Þar sem hann býður upp á skákskýringar. Ég eiginlega veit ekki hvort það séu fleiri að skrifa svona skýringar öllu jafnlega. Einmitt. Er ekki bara Ingvar með aðeins betra handaflina, Guði? Já, ef að hvítur eftir leik og það er ekki onni á B6 þá er náttúrulega riddari D6 skák, riddari E4 rakið. Og ef hrókur B7 valda peðið þá kemur riddari D6 og hrókurinn fellur. Svartur virðist fórna peðinu. En hugmyndin er biskup C5 og svo hrókur Daniel 2. Já, hrókur D2 fyrst, hóta peðinu og kannski biskup C5. Hrókur B7 er lúmskur hér, mjög lúmskur. Dreipaðu B2 riddari D6. Einmitt, mjög góð, hann finnur hann. Hann finnur hann, sko. Finnur 5, já. Hrókur B7, kongur F6. Riddari Series 3 kemur núna á nano. Já. Það væri frábært fyrir einvíðið ef Ingvar myndi taka þetta. Já, ég eins og þú sagðir áðan, ég held með einvíðinu. Riddari D5 skák áttan. Maður að Ingvar taki. Ha? Það var maður í hafið. En ok, hann er ennþá peðið yfir. Hann er með klálega með betra tafl, góða riddara og það eru veik peð hjá svörtum. Riddari C5, riddari B7, onni á A5. Var í boði. Já, hann hefur kannski ekki viljað að leifa uppskipti á biskupnum fyrir riddarann. Kannski. Ingvar á ýmsar góða leiðir hérna. Hann getur farið með riddarann í eitthvað hopp. Riddarahopp er einmitt leikur sem við kennum börnum í grunnskólum Reykjavík. Jú, það er rétt. Það er alveg skemmtilegur leikur. Á hann einhverja taktík samt, þú veist, getur hann... Þetta er nauðsynlegt. Ég veit ekki hvort það var nauðsynlegt, en kannski var það fínt íta A-peðinu bara. Riddarinn er náttúrulega stórveldi á E4, hann valdar D6, C5 og B4. En gleymið því ekki að biskupum valdar hálfringin, þannig að riddarinn kannski kemst ekki nær peðinu. Núna hefði kannski Ingvar átt að hafa, Miknar átt að hafa kongin og G7 til að koma í fyrir hrókur H8 hugmyndir. Það kemur ekki að sök af því að biskupinn lokar hann að línu. Já, þetta er erfitt fyrir Ingvar að íta peðinu eitthvað lengra, sko. Þetta er teknilega mjög erfitt að vinna úr. Ein spurning. Hvað með að virka kongin? Nei, þetta var ekki meiningin. Hann ætlaði ekki að gera þetta heldur. Alls ekki. Nei. Við sjáum það líka á honum. Já, hann hefði kannski getað farið með kongin og gefið peðið á F3. Já. Sem sagt, staðan núna eftir 3 skákir er Vignir Vatnar Stefánsson hefur 2 halvanvinning, Ingvar Þór Jónsson halvanvinning og Ingvar þarf að gera þessi í brók. Svo mikið er víst. Já. Við ætlum að taka örstuð hlé, kæru áhorfendur, og koma aftur með framhaldið þessi í eftir skamma stund. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin
verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Þessi útlenni þetta ferð þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, komið sæl eftir. Við erum að fylgjast með einvígi Vignis Vatnars og Ingvar Þórstaðan, 2,5 Vigni Vil og Gauti Vignir þarf 1 vinning í viðbót og þá er hann komin í úrsliti gegn fyrrum lærimestara sinum, Birni Þorfinnsinni. Já, Björn Þorfinnsson hefur nú stundum sagt að hann hafi uppgötað Vigni. Já. Og torkmóti Fjölnis. 2000 og eitthvað. Já. 9. Ég held að það sé rétt. Já. Sko, Ingvar hefur að fá ágætis færi í þessum skákum. Já, algjörlega. Bara ekki náð að nýta þau sér alveg til fullnustu. Vignir hefur verið svona harður á klukkunni og fljótur og úrræðagóður og setti leiðenda pressu á Ingvar í skákinni með mislutu biskupónum. Já. Í síðustu skák þá var Ingvar peði yfir, náði ekki að nýta sér það, endaði með jafntefli. Það er svona vantar herslumunum hjá Ingvari að vinna og ég meina hann verður að koma núna að krafti og vinna og koma sér inn í þetta af því að 1 sigur fyrir Vigni og þá er þetta bara búið. Þá er þetta bara búið. Já, en keppendur eru að gera sér núna klára fyrir 4. skákina sem eru boðið ljósleiðarans sem er einn af góðum styrktaraðilum þessar útsendinga. Minnum að það aðri styrktaraðilar fyrir utan ljósleiðaran eru Lengjan, Síminn og sjálfsögðu Collab sem við Gauti Páll erum að súpa hérna á í kvöld. Jú. Það hressir, bætir og kætir. Skál. Sko, er eitthvað sem er svona augljóst Gauti sem að Ingvar getur gert til þess að bæta taflmennskuna næstu skákum? Með hvaða lit er hann? Já, hann var með hvítt áðan, nú voru með svart í 4. Hann gæti farið í eitthvað, hann á ýmislegt svona frumlegt í handræðanum sko. Hann gæti hent í byrjun sem ég man nú ekki hvað heitir. Hann fyrir út með rittarinn sinn í fyrsta leik. Já. Leikur svo D6 eða eitthvað slíkt og svo rittar hann á F6. Hvað heitir þetta? Býtur hún við? Á móti D4, ertu að menna það? Eða, ég bara, veistu, ég mannaði ekki, en við munum ræða bara, við kíkjum bara á það á eftir. Já, einmitt. Hann á svona ýmis atriði. Þeir eru komin að stað hérna og mynda vel Vignis eitthvað og flögra hann Vignir hefur hvítt, þetta er 4. skákin í boði ljósleiðarans og ef að Vignir vinnur, þá fer hann í úrslitin rittari F3. Ég held að Ingvar leiki bara G6 og verður fljótur út með kallana.
Hann gæti leikið E6 með hugmyndinni G5 eftir G3. Ok. Hann fer í Katalan, sem athyglisvert. Biskup D6, ok. Hann ætlar að leika riddari C6 og... Leitar hér í smiðju Mikhail og Oleksjenko, liðsfélaga síns. Já. Hann ætlar að núna... Þetta svona óhefbundin ný hugmynd gegn Katalan, en hugmyndin að leika E5 snemma og losa þannig þennan leiðinda biskup. Önnur hugmynd gæti verið að leika riddari E4, F5 og vera í svona Simon Williams bræðum. Ingvar ætlar með biskupinn í hina áttina vegna þess að Vignir valdaði peðið sitt með peði. Já. Ef hann hefði valdað með drottningu þá hefði Ingvar valust drepið og leikið svo E5, en nú fer þessi biskup kannski á B7 eða A6. Þetta bara svona nýr snúningur gegn Katalan og þetta bara staða, eins og Gauti myndi segja. Já, ég bara feginn að tefla ekki Katalan og þurfu ekki að tefla móti Katalan. Ég veit eiginlega bara ekkert hvað þetta snýst, sko. Hvítur tefli stundum einhverja stöðu bara peði undir að því hann er með góðan biskup. Eða eitthvað, En þetta er nú svona svipað eins og í byrjunum, kannski eins og Benko, ég meina það er góð biskup að langar skálinu og langtíma bætur einhvern veginn. Þetta er samt ekki, þetta er ekki fjörugt, ég veit þetta ekki. Nei. En það er ansi stórt verkefni fyrir Ingvar núna að þurfa helst að vinna Vigni með svörtu í Katalan vegna þess að Vignir hefur gert garðinn frægan síðustu árum með Katalan. Hann er nú mjög góð úrslitum og tapar mjög sjaldan í þessari byrjun. En Ingvar er nú að stýra skákinni sko á þann stað að menninir eru inn á borðinu. Já. Hann er með biskupana báða í skottgröfunum. Já, þeir lúra. Þeir lúra. Nú er ég að vitna í óbirta grein í tímaritinu Skák. Já. Þar sem að Guðmundur Kjartansson vitnar í Helga Áss og segir að biskupanir séu í skottgröfunum. Já. Tilbúnir til orustu. Einmitt. Drottning C2 síðasta leikur, Ingvar er væntanlega að hugsa að leika F5, hann gerir það. Skilur þá eftir smá veikleika hérna á svörtu reitunum, en MF sterkar riddara á F4, sem að Vignir vill væntanlega ekki drepa Gauti eða hvað? Nei, þá er kannski drepið með F-peði og svona, eitthvað líf og fjör. Já, og þá fengi líka svartur smá riddara hopp og inn á D3 eftir vill í framhaldinu, er það ekki? Nákvæmlega. En sko er Ingvar að fara að leika drottning F6 og ekki strax, hann verður að halda valdi á D5. Já, hann þarf að laga stöðuna aðeins til. Þetta er svolítið kannski krefindi staða vegna þess að ef hann ætlar að færa drottninguna þá þarf hann helst að færa riddaran fyrst til að valda peðið. Um leið hann færa riddaran þá gefur hann eftir E5 reitin, þannig að það þarf að gera þetta allt einhvern veginn í réttri röð. Þetta er kannski aldrei sniðugt hjá Vigni að fara með riddaran á E2 því ef hann kemst á F4 og það hann kannski verið á D3 þá getur hann náð riddaran á E5. Allavega þessi staða með vakna til lífsins leið og Ingvar leikur C5 einhvern tíman. Já. Kannski gera hann það. Já, biskup D6 kannski. Það er heilmikið líf í þessu, margir menn inn á borðinu ennþá. En þeir eru ekki að gera neitt. Ekki ennþá, nei. Það er svona það sem að trufla mig aðeins. Þarna kom riddari E7. Þeir eru svona að hreyfa mennina af hvítum reitum á svarta. Já, einmitt. Það er hansi góð lýsing á þessari skák. Þeir eru bara í tilfærslum flakka milli reita þannig. Já. Drottning D7 tengir hrókana og þá kemur riddari E5. Ég hef á tilfinningunni Gauti að Vignir sé með betra tafl núna eftir þennan leik. Já, er það ekki bara? Ef þetta er drepið, D drepur, þá opnast fyrir hrókin, biskup en verður góður á B2. E6 gæti verið að koma. Verður hann ekki að drepa? Ég meina ef hann fer tilbaka þá kemur riddari E6 drottningin fellur. Já, jú, hann verður að drepa þetta. Það er svo. Annars þarf drottningin að fara eitthvað yfir og þá verður hann kannski hálf rángstað hérna á drottningavegnum. Ég meina tillögu drepa á E5. Já. Þú mátt fara í örvasystem. Drepið. Og riddari G6. Maður hótar einhverjum kaupum og með hugmyndin eftir E6 að drepa á E6 og tefla skiptamunundir. Aha, einmitt. Bara svona til þess að hafa eitthvað sko. Halda einhverju lífi í þessu. Þetta er bara hugmynd sko af því að þú veist, ef ekki þá er þetta bara rjómastað á hvitt sko. Já, ég er hræddur það. Og riddari G6 líka spyr spurningar af því að hann er að setja á riddaran F4 sko. Já. Hvað heldur þú? Heldur einhvað að fara í þetta sem ég var að segja?
Þetta er náttúrulega klálega möguleiki en það er líka möguleiki kannski fyrir Vigni að drepa á E4 tvisar og drottningin fellur á D7. Já, en ef þú drepur á E4 þá ætla ég að drepa á F4 fyrst. Já. Já, má ég þá ekki drepa bara á móti á F4 og drepa síðan... Drepa svo E4. Gegn drottningun á D7. Ég veit það ekki, allavega þá gætu endaði stöðu þar sem hrókur á D7 og biskup sterkur á B2. Mér langaði nefnilega eigi í lokin sko drottning G4 skák en það gekk ekki alveg. Já, hvað sem Ingvar vill gera þá þarf hann að gera það hratt núna því hann á 13 sekundur eftir Gauti. Það er ekki gott. Nei. Riddari C5 síðasti leikur. Er hann að fara með hennar riddara á E6? Já, ég held að hann hafi fundið ágætis niðurstöðu til að halda stöðunni saman. Rittarinn var í fínn á E6 og svo kannski C6 til að binda peðastöðuna saman eða jafnvel C5. Má Vignir leika peðunni í þrælvaldaða reitin og leika E6? Já, ég meina klálega að hann fengi góða bætur með biskupana þannig. Er það ekki svolítið thematíst? Drottning C3 í framhaldinu og press á G7, jújú, það er klálega leikur. Þetta er svona við nefnendur Helga Ólafs erum vakandi fyrir svona hugmyndum? Já, vakandi fyrir þrælvaldaða reitnum. Já, þetta er eiginlega þannig að frasar Helga, þeir eru svolítið svona... Já, þeir endur óma í hausum manna. Já. Já, ég þekki þetta. Ég er stundum að tefla og heyri rödd Helga Ólafssonar að segja mér til. Já, já. Þarna leikur mitt Vignir. Stundum þegar ég leik að mér þá heyri ég Helga Ólafsson segja, þetta er náttúrulega engin leikur. Já, já. En þarna leik Vignir sniðunleik. Leik peðið mitt í þrælvaldaðareitin á E4 og opnaði fyrir biskup H3 sem ég var nú að viðurkenna að ég sá ekki þennan möguleika. Það var mjög sniðugt. Já, það er hangir hrókur á C8 sem að Vignir getur tekið en hann fer í uppskipti í staðinn og hrókurinn bara býður. Ef hrókurinn fer, það fellur peðið á síðan. Út fallin, passaði. Já, þetta fellur allt núna. Hrókur. Ég var bara að tala um klukkuna sko. Já, einmitt. En staðan líka, staðan er erfið. Vignir þarf að bjarga þessu hrók en hann er peðið yfir með biskupaparið og öll tök á stöðunni. Það má segja að hann sem er tökla haldir. Já, ég held það. Biskup F7 er hótun líka. Það mætti segja að þú haldir það? Já, ok. Hrókur C8, já. Hrókur dripur A7, heldur pressunni á riddarinn á E7. Jafnteflið er svo sem í lagi. Hann að tapar að skipta menni. Hreint. Já, dripur bara A8, já. Þá er þetta búið því miður fyrir Ingvar Þór. Hann barðist ágætlega en hann fekk nú minna heldur en stemdi í þessum skákum. Já, hann var dálítið seinheppinn. En það er nú oft svona þannig með Vigni að hann þarf ekki mikið til að gera sér matur. Það dugur hann að hafa... Það er nú einhver svona smá fætingur eftir hann í einhverju. Jú. Og þessi biskup náttúrulega heldur öllu lokuðu eins og er. Já. En ég minna þetta er náttúrulega tapað. Ingvar er með tök á hvítureitunum en hann er skiptaminn undir og Vignir er með 2 peð í þokkabót. Brýst í gegn með G4 til dæmis. Já, þetta er náttúrulega mjög mikið unnið en þú veist. Hann mætti halda að Vignir væri að hlusta á okkur gauti sko. Já. D4. Það væri svo kallað stream sniping, skils mér. Já. Sem er ekki stundað hér. Nei. F5, já þetta er mjög vel gert hjá Vigni. Góð tækni. E6. Koma þessi leikir. Biskupið fyrir á C5 mæntalega. Og það er bara mátu nánast. Hrókur H8 og peð á E7, já, það koma þessi leikir bara. Þá held ég Ingvar gefist upp. Það er svona dálítið leiðilega endalók á þessu? Já. En lokatölur 3,5 Vigni vil og við óskum honum til hamingju með sigurinn. Hann er komin í úrslitin og mætir þar engum öðrum en Birni Þorfinnsssyni, alþjóðlega meistara sem að, eins og Gauti nefndi áðan, nánast uppgötaði Vigni þegar hann var barn. Já. Og kom hann til manns í skákinni. Og þá er bara tími fyrir Vigni að uppgöta Bjössa. Já, einmitt. En sagt, úrslitin fara fram næsta sunnudagskvöld. Við stefnum að því að byrja þá að hefðbundum tíma klukkan 7 en ekki klukkan 8 eins og í kvöld. Björn Þorfinnsson og Vignir Valtýr Stefánsson, þeir tefla þá lengra inn í úrslitunum, tefla 10 skákir eða allt þangað til að annar fer yfir 5 vinninga. Við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með næsta sunnudag, þá lýkur þessari mótaröð okkar. Ég vil þakka Gauta Páli Jónssoni, skákmeistar og ritstjóra með meiru kærlega fyrir samverun í kvöld. Já, þakka fyrir. Þetta var bara skemmtilegt. Það var skemmtilegt, já. Og svo mikið víst að ég var ekki hér næst, Ingvar kemur vantarlega hress og kátur. Líklega, já.
En kæra áhorfendur, takk fyrir samveruna í kvöld, fylgist með næsta sunnudag, verið sæl.